Halló, halló, 1, 2, það heyrist. Góði gestir, verið hjartalega velkomin á ársfund Minjastofnunar Íslands árið 2024. Rúnar Leifsson heiti ég og forstöðumaður Minjastofnunar. Við höfum undanfarin ár haft þann háttinn á að hafa ákveðið þema til umfjöllunar á hverjum ársfundi og við breytum ekki út af því í ár. Líkt og þekkt þá eigum við á Minjastofnun að stuðla að verndun og vörslu menningarminja í landinu og okkur ber að stuðla að því að íslenskum menningararfi sé skilað óspilltum til komandi kynslóða. En hluti af því að tryggja varðveislu menningarminja í eigin umhverfi, auðvelda aðgengi og kynni þjóðarinnar að menningarminjum og greiða fyrir rannsóknum á þessum menningarminjum. Og þema fundarins ár bara býsna forvitnilegt í þessu ljósi, að uppgrefti loknum, miðlun og nýting minjastaða. Þannig að við ætlum að skoða núna frá nokkrum hliðum frá hvað gerist að rannsókn lokinni, á minjastaðnum sjálfum. Það að segja að það kemur stundum upp að eftir uppgröft eða fornleifarannsókn vilji til að hinar uppgröftu minjar séu áfram sýnilegar og upplýsingum þær sé miðlað á staðnum. Og við náttúrulega þekkjum það, menn að Ísland býr að mögnuðum minjastöðum frá fyrri öldum. Það verið samfelld búseta í landinu, undanfarið 1200 ár, hið minnsta. Þetta markað ásýnd og yfirbragð landsins, þetta skapað einstakt menningarlandslag og skilið eftir sér mikinn fjölda einstakra menningarminja. Og hvað fornleifarnar varðar, þá vinna það náttúrulega með okkur og kannski ólíkt nágrannalöndunum að hér hefur land ekki verið plægt fyrir akuryrkju öldum saman og þetta þýðir að við búum að mjög vel varðveittum minjum undir sverði. Svo kannski uppgrafnir veggir, 1000 ára gamalla mannvirkja, standi í meters hæð eða eitthvað og uppkoma vel varðveittir gripir og bein og fleira og í réttu fundarsamhengi. En að sama skapi þá eru íslenska menningarminjar oft úr svona fremur forgengilegum efnum, það eru viðkvæmar, láta kannski lítið yfir sér við fyrstu sýn allavega. Svo spurningin ef við viljum varðveita vissa staði til framtíðar, aðra svo lokinni, hvaða leiðir eru færar, hvernig gerum við minjónum hátt undir höfði, hvernig gerum við það skiljanlegar og hvernig hægt að haga þá mögulegum innviðum við fornminjar án þess að þessi innvið þá skyggi á viðfangið sjálft. Og við bjóðum upp á glæsilega dagskrá í dag og býsna þétta. Við fengið til liðs okkur velvalið fólk sem reifa varðveislu á vettvangi og miðlun. Við völdum, má segja kannski eina tegund minjastaða til umfjöllunar. Það að öll dæmin sem hér eru að reifuð í dag eru minjastaðir þar sem rannsakar voru víkingaldarskálar sérstaklega, en þeir eru samt ólíkir þar sem svona aðdragandi uppbyggingar innviða og úrvinnsla miðluna þáttarins hefur verið með mismunandi hætti. Pétur Ármannsson, sviðsstjóri hjá okkur á Minjastofnun og húsnæðarsviði ætlar að ríða á vaðið og ræða yfirbyggingu skálans og Stöngi Þjórsárdal og þar hefur verið varðveittur fornleifauppgröftur frá 1939. Guðný Gerður Gunnarsdóttir og Hjörleifur Stefánsson ætla að rifja upp merka sögu þess þegar ákveðið var að varðveita skálann í Aðalstræti síðustu aldamót og byggja sýningu hann og þetta mjög forvitnileg saga sem að vert að halda á lofti og rifja upp. Bjarni F. Einarsson, fornleifafræðingur, ætlar að ræða Vog í Höfnum. Bjarni rannsakaði þar fyrir fáum árum. Þetta svona miðlunarverkinu sem í vinnslu, má segja. Það sé að fara yfir önnur leið heldur með yfirbyggingu. Svo hinum stöðunum. Skipulag þessa verkinu sér í samstarfi Minjastofnunar og Reykjanesbæjar og hönnun svæðisins fjármögnuð af landsáætlunum uppbyggingu inni við það. Garðbæingar hafa verið til fyrirmyndar upp á síðkastið með miðlun upplýsinga Hofstæði sem víkingaldarskáli í hjarta Garðabæjar. Skáli var rannsakur af Ragnheiði Traustadóttur undir lok síðustu aldar og bæjarfélagið ákvað svona varðveita fótspor skálans í umhverfinu og búið til minjagarð umhverfis hann og fara svona nýstárlega leiðir í miðlun og Ólöf Breiðfjörð, menningarfulltrúi Garðabæjar, ætlar að leiða okkur í allan sannleikanum þetta atriði. En við erum ekki bara með dæmi, svona til að slá tónin í umræðuna, þá buðum við einnig Sahar Gadari,
sem dósent við arkitekturdeild Listaháskólans til að koma og ræða málin svona akademísk og leiða okkur að svo dýpi í þessu pælingum og kannski vonandi slá þá tón líka í umræður og eftir. Svo alveg blá lokina fyrirlestur loknum þá munu María Gísladóttir og Henný Hafsteinsdóttir sem var arkitektar á Minjastofnun kynna stuttlega fyrir okkur 50 ára afmæli byggingararfs árs Evrópu sem fór fram 1975 og sem við ætlum að halda hátíðlegt þetta afmæli á næsta ári og það verður gert bæði í Íslandi og víðar. Við ætlum ekki að hafa spurningar fast og eftir hvernig fyrirlestri, við ætlum bara að hafa stuttan panel eftir að fyrirlestur loknum þar sem að gestum gerst bara tækifæri til að spyrja sem þeim listir og þannig endilega bara nótir í hjá okkur ef þið njótið með einhverja áhugaverðar pælingar. En fyrst af öllu byrjum á þessu ánægilegasta að við byrjum á hinni árlegu minjaverndar viðurkenningu Minjastofnunar þar sem við heiðurum fyrirmyndar aðila sem að lagt hafa ríkulega til varðveislu menningararfs landsins. Og það með mikilli ánægju sem ég tilkennið ár veitir Minjastofnun Íslands hjónunum Snorra Guðvarsinni og Kristjánu Agnarsdóttur minjaverndar viðurkenninguna árið 2024 og ég má biðja þau að stíga hingað upp á senu. Fær ykkur þetta skjal til staðfestingar. Og svo þeir bara að standa hérna aðeins í sviðsljósinu sko. Snorri Guðvarsson og Kristján Agnarsdóttir hljóta minjaverndar viðurkenningu Minjastofnunar Íslands árið 2024 fyrir brautryðjendastarf í þágu húsverndar á Íslandi. Öldum saman hafa góðir handverksmenn verið eftirsóknir og verk þeirra lofuð. Þegar kemur að viðhaldi og viðgerðum á byggingararfi þjóðarinnar eru góðir handverksmenn í lykil hlutverkum. Í verkum þeirra Snorra og Kristjánu sameinast fagþekking, reynsla og listhneigð eða svo vitnað sé til Snorra sjálfs. Þetta er ákveðin kúnst, það getur ekki hver sem stokkið þessi verk með okkur. Við segjum stundum að maður þurfi að vera málari, listmálari og föndrar í sér og búa auk þess yfir ómældri þolinmæði. Snorri Guðvarsson, málarameistari, fæddist á Siglufirði 16. febrúar 1953 og fluttist ungur að árum til Akureyrar, þar sem hann ólst upp í húsinu Berlín við Aðalstræti 10. Segjum á að hann hafi fengið málariðnina beint í æð því faðir hans var Guðvarður Jónsson málarameistari. Snorri lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri 1973 en samhliða því var hann á samningi sem lærlingur hjá föður sínum í málaræðin og lauk framhaldi málara'iðnnámi frá Iðnskólanum á Akureyri. Kristjana Agnarsdóttir, málari, fæddist 20. apríl 1962 á Akureyri. Hún vann við ýmis störf áður hún fór að vinna með Snorra upp á árinu 2000 og lærði kjölfarið málara'iðn í Verkmenntaskólanum á Akureyri. Kristjana er einnig mikil handverkskona og áhuga ljósmyndari. Starfsferill Snorra spannar tæp 50 ár og þar af hefur Kristján verið með honum í meira en 20 ár. Sérsvið þeirra hjóna er innanhúsmálun á friðlýstum og friðum kirkjum og húsum land allt og er óhætt að segja að þau séu meðal fremstu sérfræðinga landsins á þessu sviði. Þau leggjast í rannsóknir á eldri málingalögum og litarsamsetningum og færa litaval og málingar áferð til upprunalegs horfs. Þau hafa sérhæft sig í viðar- og marmaramálum, gyllingu og allski skreytingum, ásamt vinnu með línolíumálingu og önnur efni fyrir tíma sem krefst sérþekkingar og sérstrakrar meðhöndlunar. Þau hafa unnið að málun og viðgerðir á minnst ákosti 50 kirkjum víðs vegar um landið sem við mörg hús í húsasamni Þjóðminjasafnsins í gegnum árin. Auk þess annarra friðlýstra húsa víðs vegar um landið má þar nefna Fríkirkjuveg 11 í Reykjavík, Jensenshús á Eskifirði, Sómastaðið í Reyðarfjörð, Litlabæ í Skötufirði og Litlabæ í Skötufirði í Ísafjarðardjúp. Í heimabænum Akureyri hafði unnið við málun á mörgum af elstu húsum bæjarins, eins og Gamla spítala, Guðmannsmynde, Nonnahúsi, Friðbjarnarhúsi, Sigurhæðum, Gamla menntaskólanum, Samkomuhúsinu, auk annarra húsa í einkaeigu. Sem dæmi ástríðu fyrir handverkinu eru þau skildu eftir litarspjöld fyrir öll gömlu húsin í eigu Akureyrarbæjar til að vandað yrði til verka við málun þeirra til framtíðar.
Öll þau hús sem þau hjón hafa komið að, hafa tekið stakkaskiptum í höndum þeirra, eru þjóðarprýði og bera hæfileiku þeirra fagurt vitni. Snorri og Kristjana, Minjastofnun Íslands þakkar ykkur kærlega fyrir ykkar mikilvæga framlag til minjaverndar undanfarna áratugi. Kirkjurnar eru 76 nákvæmlega. Er ekki að stíga bara hérna og taka hérna mynd? Eða tvær? Nú, þá vil ég bara bjóða Pétri Ármannsinni að stíga í pontu. Já, það ekki. Já, ágætu ársfundargestir. Frá því að bæjarrústin á Stöng í Þjórsárdal var grafin upp árið 1939 hafa leifar hins upphaflega Langhús verið einn kunnasti og fjölsóttasti fornminjastaður landsins. Bærinn er talinn hafa eyðst í vikurgosi úr Heklu árið 1104 ásamt öðrum bæjum í dalnum. Fljótlega eftir fyrstu fornleifarannsókn á staðnum á 4. áratug síðustu aldar var skýli reist yfir minjarnar þeim til verndar og miðlunar. Það skýli varð brátt úr sér gengið og var ný yfirbygging reist í þess stað árið 1957 sem hér sést á þessari mynd. Fyrir rúmum áratug efndu fornleifavernd ríkisins, sem nú er hluti af Minjastofnun Íslands, ferðamálafulltrúi Uppsveita Árnessýslu og Skeiða- og Gnúpverjahreppur til samvinnu að bæta aðgengi að minjunum í Þjórsárdal og miðlun þær. Árið 2012 fékk styrkur úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða og í kjölfarið efndi fornleifaverndin í samvinnu við Arkitektafélag Íslands til hugmyndasamkeppni tillögur að hönnun ásýndar og umhverfis fornleifa við Stöng í Þjórsárdal. Viðfangsefni keppninnar var þannig skilgreint að hér yrði minjastaður á Íslandi í fyrsta sinn hannaður heildrænt með hliðsjón af umhverfisþáttum og með það í huga að gera hann aðgengilegan og áhugaverðan fyrir almenning. Það var markmiðið einnig að nýta mætti lausnina sem tillögu að því hvernig megi vinna að svipuðum verkefnum í framtíðinni á öðrum minjastöðum. Verkefnið fólst því ekki aðeins í því að hanna nýtt skýli yfir bæjarrústina, heldur einnig aðkomu að minjastaðnum, bílastæði, salernisaðstöðu, brú yfir ána, upplýsingamiðlun og gönguleið
sem væri sem flestum aðgengileg og væri tenging staðarins við náttúruperlur og minjar á staðnum. Hvað rústina sjálfa varðaði, þá var miðað við að ganga frá þeim sem líkast því sem þær höfðu verið eftir uppgröftin 1939. Tilgangur hússins eða skýlisins var að verja minjarnar fyrir veðrun, en skýlið það sem fyrir var, það hélt hvorki vatnin í gjósku þegar hér var komið sögu. Hugmyndin var að minjarnar pössuðu sig sjálfar og að ekki þyrfti gæslumann af staðaldri til að fylgjast með þeim. Og hérna sjáum við innan úr skýlinu eins og það leit út áður en endurnýjun hófst. Nú það bárust 13 tillögur í samkeppnina og voru úrslit kynnt í nóvember 2012. Í keppnislýsingunni hafði verið bent á þann möguleika að nýta að einhverju leyti þá byggingu sem fyrir var á Ströng. Þó að slíkt var ekki nauðsynlegt, en engin keppendana kaus að fara þá leið. Tillögurnar sem bárust voru jafn mismunandi í formi og höfundarnir voru margir. Ólíkt húsinu sem fyrir var kusu flestir höfundar að formgera ekki rústina, þannig að sýnilegur hluti skýlisins endurspeglaði grunnmynd skálans eða fylgdi útlínunum hans. Og við sjáum hérna tillögu Basalt arkitekta sem fékk 3. verðlaun í keppninni, eins konar skrýni úr stáli og gleri sem átt að mynda þak eða skýli utan rústina og með torfi á þekju. Nú þessi tillöga fékk önnur verðlaun þar sem að markmiðið var það að mynda nýtt form sem að skæri sig úr því sem að reyndi ekki að tengja sig formrænt séð við rústina á neitt hátt og þarna var hugsað að gestir í gegnum minjasvæðið myndu ganga eftir stíg sem að fléttaði sig gegnum húsið og þarna voru brýr og pallar á mismunandi hæðum sem átti að vera hægt að horfa yfir rústina. Nú það voru margar og fjölbreytilega tillögur sem bárust í þessa keppni. Við sjáum hérna efst til vinstri tillögu Argos sem að lögðu til eins konar skjöld yfir minjasvæðið, yfir skálarústina, eins konar skjöld eða sem myndi á reyna langskip á hvolfi, stálgrind sem var klædd með glertrefjaefni og svo voru aðra lausnir þar sem notuðu límtré í svip og stál í svipuðum tilgangi. Nú dómnefndin var einhuga að veita tillögu arkitektana Karls Kvaran og Sargaderi fyrstu verðlaun. Og við sjáum hana hér. Í vinnustillögunni kusu höfundar að afmarka minjasvæðið á Bæjarhólnum með samfelldum timburpalli sem að í senn myndaði umgjörðu minjarnar og var leið, göngustígur og útsýnispallur. Form pallsins var sjálfstætt og ótengt formum rústana. Af pallinum áttu gestir að geta notið fornleifa, náttúru og annars efni sem miðlað á svæðinu. Auk þessa var hugað að aðstöðu fyrir fræðimenn sem í framtíðinni kunna vinna rannsóknum á svæðinu. Og það var gert ráð fyrir því að svipaða hugmynd mætti yfirfæra á aðra sambærilega minjastaði. Yfirbyggingin sjálf sem við sjáum hérna á sniðmynd neðst á þessari glæru, hún var hugsuð úr timbri og var hluti af pallinum. Það er að segja þakið, en útveggir átt að vera úr hlöðnum steini með litlum ferhindum gluggum sem átt að hleypa ljóstýru inn í húsið án þess að þar yrði of bjart. En markmiðið með þessu, sem við sjáum hér tillögu að innimynd, markmiðið var að skapa notalegt andrúmsloft og gera gestum betur kleift að setja sig í spor íbúa á Stöng fyrir hartnar 1000 árum án þess að einhvers konar endurbyggingu væri að ræða. Upphafleg hugmynd arkitektana að reisa nýtt hús yfir minjarnar í samræmi við samkeppnistillöguna varð ekki að veruleika í þessari mynd. Á seinni stigum verkefnisins var ákveðið að breyta áherslur
og vinna frekar með form og burðargreind skýlisins sem fyrir var á staðnum, fremur en að reisa alveg nýja yfirbyggingu. Með þessu mátti í senn lækka kostnað verulega og jafnframt lágmarka allt jarðrask á framkvæmdatíma sem að afar viðkvæmt mál á þessum stað. Í stað þess að nota bárujárn og þak eins og verið hafði notast við gagnsætt báruplast eða pólykarbonat sem veitir dagsbirtu inn í rýmið. Stór gluggaop á göflum sem að opna sýn inn að skálarústinni og við sjáum hérna hvernig birtan leikur húsið og hér dæmi þennan glugga sem á göflum húsins sem að veita sýn utanfrá inn við rústina. Nú framkvæmdir við yfirbyggingu skálarústarinnar samkvæmt hinni endurskoðuðu tillögu hófust í ágúst árið 2023 og var þeim fullu lokið núna í haust, það er að segja ári síðar. Verktaki við smíði hús og jarðvinnu var Langeldur EHF en VFSB verkfræðistofa sá burðarþolshönnun. Nú framkvæmdir á minjastöðum kalla á fornleifarannsóknir og stöng þar ekki undanskilin. Það þurfti að gera undirstöður undir pall við aðal inngang á suðurgafli samkvæmt tillögu arkitektana en þetta þýddi að það þurfti að grafa upp 4 metra kafla til austurs í framhaldi af gömlu rústinni. Við fornleifarannsókn á þessu svæði sumarið 2023 kom í ljós lítil bygging sem virðist vera eldri en skálinn sjálfur en var þó í notkun nokkur skeið á sama tíma og búið var í skálanum. Svo virðist sem innangengt hafi verið úr byggingunni inn í eldri skála sem vísbendingar eru að sé að finna undir þeim sem nú er sýnilegur. Það er að segja eldri rústir undir gömlu rústinni. Frekari rannsókna þörf til að skilja fullu samband hinna nýfundnu byggingar við önnur mannvirki á bæjarhólnum. Þessi óvænti fundur kallaði á endurskoðun og hönnun yfirbyggingarinnar, þannig að ákveðið var að framlengja þakið, sem við sjáum hérna á myndinni, nýtt þak til að hlífa hinum nýfundnu minjum og jafnframt þá var pallurinn, það sem átti að vera hægt að horfa yfir rústina, færður inn í bygginguna og útfærður sem léttar svalir. Nú með hinni nýju yfirbyggingu stórt skref stigið í minjavernd aðkomu og aðstöðu gesta sem koma í tugþúsundatali á ári hverju til að berja augum þær einstöku minjar frá víkingaöld sem finna má á stöng og eru þekktar langt út fyrir landsteinana. Breyttar áherslur frá hinni upphaflegu samkeppnistillögu til hinnar endanlegu útfærslu eru mjög í takt við nýjustu strauma í arkitektúr samtímas, þar sem áhersla lögð á endurnýtingu og að vinna með það sem fyrir fremur en að byggja allt nýtt frá grunni. Að þessu leyti má segja að yfirbyggingin á stöng marki ákveðin þáttaskil í opinberum byggingum hér á landi og vísi veginn til nýrra tíma aukinnar umhverfisvitundar, þar sem fortíðin sýnd virðing og saga nýtt sem efniviður í nýjar og frumlegar lausnir. Þá ótalinn sá verulegi sparnaður í byggingakostnaði sem náðist fram með þessu móti. Veigamikill þáttur í tillögu þeirra Karls og Saar var að auðvelda aðgengi allra að Stangarbænum og gera heimsóknina sem einfaldasta. Bílastæði gesta var fært til austurs að vaðinu yfir ána sem fyrir var, en með þessum styttist vegalengdin að Stangarbænum 100 metra. Arkitektarnir hönnuðu áningastaði ána og nýja brú, en svo gamla hamlaði aðgengi hreyfihamlaðar og eldra fólks að minjastaðnum. Og nýja brúin afleiðandi til að auðvelda fólki á hjólastóla komast leiða sinnar. Á grundvelli tillögunnar
Eftir endurskoðun var lagður nýr fræðslustígur með aflíðandi halla frá áningastaðnum og bílastæðinu við nýju göngubrúna áfram upp brekkuna. Stígurinn hlykkjast þarna eftir landslæginu og alla leið upp að Bæjarhólnum, þannig hann fer ekki beinustu leið heldur dálítið mikill og skemmtilegur aðdragandi að því að áður en koma að sjálfum minjastaðnum. Og næsta verkefni sem ólokið og minjastefnun núna með í undirbúningi að móta tillögur að fræðsluefli og miðlun svæðið á staðnum meðal annars með því að nýta sér þennan fræðslustíg og þau möguleika sem hann býður upp á. Eins og nefnt var í upphafi fór stærstu hluti byggðarinnar í Þjórsárdal í eyði snemma á miðöldum. Skógurinn í dalnum var nýttur áfram til kolagerðar og járnvinnslu langt fram eftir öldum en enga síður slapp dalurinn við rask af völdum seinni tíma landbúnaðar og vélvæðingar. Rúmlega 20 fornbýli hafa verið skráð í dalnum sem að mestu óröskuð af mannavöldum. Bæjarstæði Stangar því hluti að umfangsmikilli minjaheild í Þjórsárdal og árið 2020 urðu þau merku tímamót að dalurinn var friðlýstur í heild sinni sem búsetu og menningarlandslag. Það í fyrsta skipti í sögu minjaverndar á Íslandi sem svo stórt svæði friðlýst. En tilgangur friðlýsingarinnar að varðveita og vernda heildstætt en viðkvæmt menningarlandslag til framtíðar en jafnframt greiða fyrir miðlun og rannsóknum. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Pétur. Sar, you're next. Good afternoon. I'm very happy to be here today. Thank you so much for inviting me for this arsfundur sahargaderi heitiye jatla tala vensko jela laira islamsko. Takk amor kanske næstu ári vonandi. I am docent in Listháskóli, Iceland, and there we are from the first year until the fifth year in architecture. We are trying to incorporate the knowledge from the history and from the archaeology. In all the levels in Listháskóli. And because it's part of a pressing issue that the future architect should reuse the existing building rather than tearing down and build new one. So we are aware of that, and we try to have this policy in the education in university from the first year to help the students to understand the existing buildings and to have a critical thinking about the buildings. Then they can reuse it or improve the use of this both in architectural scale and in urban context. And so in somehow architecture in future architects become responsible also of the post-care when the building is excavated or when the building is reused. So they need to have be able to make decisions. And this comes from this debate between architects and archaeologists, and also a lot of other disciplines were always very passionate, and it's subject to the works that I have done a few years ago, and it was about interviewing
different people in the field of archaeology and architecture. And just to find that the way that we narrate, define our action plan, the way we narrate the building, help us to make a decision how we want to show this building. So these interviews are I have done in France, and it was 12 interviewees, director of research in archaeology, or they were responsible of laboratory in universities. Some of them were IT manager in Autodesk or Leica Systems. So in these three fields of discipline, and this is from the result of these interviews. Like archaeology as a science of analysis and discovery of the past constantly need other specialities to enrich its research and valorization procedure. Also, the management of the excavation and research are for archaeologists. But increasingly, we need to have to share the knowledge by experts from other disciplines. Some archaeologists' problems are solved with the help of architects' knowledge. And conversely, the architectural problems of an archaeological heritage site are solved with the help of archaeologists' knowledge. Nevertheless, there is a quarrel or debate between architects and archaeologists. The other constat was that the way that these two discipline reasoning and their intellectual path that they choose are different. But this difference in perspective can offer a richness, both during research, hypothesis made, and spatial presentation of the study. Architects are called upon in various archaeological sites, and the debate are more or less passionate. But in France, at least, this is always this problem that it's often a lack of convergence and lack of dialogue. And then we know that this exchange of knowledge between these two disciplines also requires the effort from both sides. They need to have both of them. They need to have knowledge for being able to talk and to conversate with each other. And we should accepting the difference in their interests. Architects and archaeologists do not have the same initial training. Archaeologists make their interpretation, usually based by evidences, and these evidences are the result of the research of, for example, stratigraphy, datation, epigraphy, and so on. Architects are more interested maybe in anastylos, survey work, spatial imagination, urban contextualization, and so on. And generally speaking, according to the interviewees, architects and archaeologists do not talk to each other enough. There need to be reciprocal work to synthesize information. And making decision in some case, when it comes to an intervention or for a monument that convey archaeological value, and like a protected monument, the archaeologist's concern is to preserve and like alter the scientific sincerity of the vestige as little as, alter it as little as possible, while the architects are tendency to intervene on vestige and preserve its contemporary existence. So it was always the case. And so the decision should be taken in by collaboration between two or many other disciplines together to improve the post-care decision that we are taking for a building. So in this presentation, I'm talking about 4 different experiences that I was directly or indirectly involved, and it's 4 stages of narrating a building to whether the expert or to the public. Yeah. The first one is the most scientific one, and the 4th one is more playful and less scientific.
So just to give some examples. First one, conservation ecosystem. And I am citing Notre Dame Cathedral in France, knowing that it was when the fire was devastated, this cathedral in 2019. It was a disaster, but at the same time, it was a unique opportunity to observe and study the monument that faced the challenges of disaster. And it was one of the sites that had the most complicated scientific infrastructure. So this is what happened, as we know, in 2019, and many parts of the ceiling was damaged and fell down. And this was the action plan. So they considered the mobilization of architects, scientists, research had led to a digital data. And this digital data is called ecosystem that was capable of collecting the existing data, produce new data, sharing and archive, and structure and semantically enrich. And then lead to make a decision how they want to reconstruct that church and how to communicate to the large public. So there were 12 research units, and I'm telling 12 research units. Each unit was, for example, one whole university researcher, or there were units from archaeologists, architects responsible of the laboratories. There were material units like wood and metal workshop. They were also sociologists and post-trauma unit that was dealing with the people who was traumatized by this event, because the people in France, they were really attached to this monument. So why ecosystem? Because it had different actors, methods, protocols, and tools to produce data, information. This is like this ecosystem is alive. It's always producing new data by gathering different data and have new synthesis of the data. And just very basic schematic picture. This is when they gather all the different pictures that I'm talking about, the thousands and thousands of the pictures that they had from the past and present. Then they had report text, all from different actors in institutions, and they had to filter, gather data by ArchaeoGrid platform. They had to have the different classification of the data, and in platform IOLE, they helped them to have a semantic approach to synthesize the data. And then they lead to action plan, whether it was to talk to the public or help for the reconstruction. And this was the method that was used, the photogrammical survey, cloud points. So many different, it's a really complicated and interesting work between different disciplines. And this is the cloud data. So each single element has this semantic database, which is also annotated in different way. This is just a schema of how the data was spread in different area of expertise. This is one of the pictures from IOLE website that shows this project, how it can lead to other elements in architecture, and how this semantization of data is used in that. And this is just funny. This is one big building, but this is spread in 280 sub-projects. So this building is divided in 280 projects. So maybe one window with the span is one project, and how it's related to another one. And they had 35 layers and 9,000 annotation until 23. So we are now more than that. And it's an example how they use this in a way of semantization of the data. Just with this phrase, I wish
to visualize in 3D any resource representing vestige whose length is greater than 1 meter found in space boarding T22 span and prior to the June 2020. So this helps to narrow down all the information from documentary, semantic, spatial, temporal, geometrical. This is just an example of how they did. Another example of how they could relate 2D, 3D, and all data together. This is how they could analyze and identify the changes in the elements by falling down or damage of the elements. And this is how this element should be located. Today, they are extracting different set of data, complex, multifaceted, rich, and diverse from the same object. They are just going on and on going deep on using this semantic data. And on the 8th of November, the bells of the cathedral rang again for the first time after the disaster, just to announce its rebirth. Even though the work of reconstruction is not finished, but it gives somehow hope to the people that this is an ongoing project of reconstruction. So this is one of the ultimate level of how scientific can a digital infrastructure be. The second level is more in museums. I was working with building digital reconstruction of and also showing to Louvre Museum. It's about Nordic church in Egypt. It's a Coptic art, Coptic church with Coptic specificity in art and all this. So this was a work that was done by the help of the student in École Val d'Orsay in Paris. It was found 120 years ago. This was the image of 20 years ago, and this was the plan and construction. And this was shown to Louvre Museum and 5 other exhibitions. And this is the survey that has been from the visitors of that. So the way that the device, interactive devices, and like these immersive devices, how they can help the large public to understand the archaeological site. So this is the second way of narration to the people. And I had many questions, but these 2 questions were for me was the most interesting. How they can help to understand Genius Loci. So without any surprise, they really like the personal object, having text, photography, architectural element, and reconstructions, 3D reconstructions, and how they want to have like more enhanced by simulation. For example, simulation of the smell or the temperature or the wind and the music, the sound, the sound and everything. So here we can see most of the people are prone to have sound system. Smell was so-so. Light simulation was very interesting. But they didn't want to have temperature simulation and wind simulation in the museums. So this is somehow the level how they want to get like to be feel that they are in the space are different from one to another one. So the third way of narration was translation of the site to the people. That means we have an existing site. How with the help of conventional and unconventional device, we can help the large public to understand more about the site. And I just, for this one, I follow like Stångårds Jorsaltalur, just like just small thinking that this is like a pearl which is belong to a bracelet of pearls. And so we know that Jorsaltalur has many Viking houses. And one of the things that can be, for example, this narration can be also shown to the public,
how they can locate themselves and feel themselves that they are in a kind of urban contextualization because there are many other farms in the area, and so on. So this is one of the way of narration. And the last one, maybe it's more playful and less scientific, and archaeologists usually doesn't like that. But it's a way. I mean, we want to communicate the value of the building to the larger public, and it included the children, the teenagers, and the people who doesn't want to be involved in understanding really. So this game are playful, and also all like other features are also interesting. But in how this is like AI image generation, and we are not there yet. We are trying to have the most of the scientific way to use AI image generator, but we are not there yet, knowing that in the future, near future, it happened. This is Trump. So he posted this image on January 2024 on Truth Social. He was like, this platform. He doesn't want to use the other one. Everything seemed normal, except that he has 6 fingers in the hand. So this is the big bug of AI today, that, but we know in the future it will be better and we will use them. This is pomegranate. We know that the fruit is not like that. This is like we open the pomegranate and we pour the seeds inside. But the fruit is sectioned. So it doesn't show that. It doesn't know that. This is the bugs of AI. We had in our Lista Oskoli, we did also this approach. We used AI image generation. And by the help of Midjourney and ChatGPT, we try to have have a conversation to get from AI the most of the things. We are telling that instead of asking AI to help us, we should ask AI to question us. So then we can have most interesting features of AI. This was the result. It was in architecture, but we can use these features for also for historical approach in academy. So this was basic of the use. We had web pages, we had prompt and parameters. This is like artistic feature that was done in 2 minutes by the help of image generator with, for example, Notre Dame Cathedral with an art installation around. So this is just in 2 minutes. But if you want to put more time and put more energy, we can also think about using this. And so we know the big bug of AI now: justice, relevancy, technical issues, fooling the mind by the power of image, because power of image is something like a concept. It's like something very powerful that can also just be like in our mind for a long time. Privacy, copyright, archive, deepfake, etc. We know that this problem exists, but we are moving forward to the future. And this 4th stage of narration, in academy, we are trying to incorporate somehow to our students. Thank you so much for your listening. Thank you so much, Sahar. Næst vil ég til að bjóða Guðni Gerði til að stíga þér á stokk og svo kemur Hjörleifur, er það ekki, í kjölfarið. Gjörðu svo vel.
bara tæknin. Músin týndist hérna. Já, svo var aðeins að umræða. Já, komið sæl og gaman að vera hér með ykkur í dag og takk fyrir að bjóða okkur Hjörleifi að vera hér og tala landnámsskálan við Aðalstræti í Reykjavík. Yfirskriftinum að þetta að uppgreftur í Loknum byrjaði þetta með því að við þurftum nú að fara að grafa í okkar eigin minni og þeim gögnum sem við náðum en við rifjum hérna aðeins upp hvernig að þetta verkefni kom til og hvernig að það var unnið. Ég ætla að byrja og síðan teka Hjörleifi við og ég veit að það nú flestir sem að kannski vita þetta en ég ætla samt að segja það sem að kannski upphafið af uppgrefturinn Loknum yfirskriftin hér miðlun og nýting á minjum og þá fyrsta spurningin kannski hvernig hófst þetta allt saman. Og það var sem sagt árið 2000 að þá voru kynnt áform uppbyggingu á lóðum við Aðalstræti í Reykjavík sem hefðu verið auðar í nokkra áratugi, þar hefðu þá eldri hús verið rifin. Og það var það þannig að borgarminjavörður sem að þá var ég vakti athygli borgarstjóra á því að á árunum 1971-75 þá hefðu farið fram fornleifa uppgröftur á þessum lóðum og að það væri því nauðsynlegt að kanna fornleifar áður en hægt yrði að byggja á þessum stað. Það varð til þess að þá þegar haustið voru gerðir könnunarskurðir og þar sem sagt staðfestist það því að það var sýnt fram á það væru mikla mannvistarleifar á svæðinu. Og það leiddi til þess að borgaryfirvöld samþykktu og ákváðu að það færi fram fornleifa uppgröftur áður en að yrði hafist handa við að byggja. Nú, það kannski forsaga að þessu máli öllu saman sú að mjög lengi og allt frá því á 19. öld þá hefði verið umræða og vangaveltur það að hvar bæjarstæði fyrstu landnámsmanna í Reykjavík hefði verið og það var þá jafnan horft til svæðisins í Kvosinni sem mitt á þessum stað þar sem að Aðalstræti, Túngat og Kirkjustræti koma nú saman og það var vita hvar bæjarstæði síðasta Víkurbæjarins hafði staðið fram í lok 18. aldar og kirkjugarðurinn, gamli Víkurgarður. Miðja 20. öld þá komna fram nýjar hugmyndir skipulag í miðbæ Reykjavíkur sem gerðu ráð fyrir algjörri endurnýjun byggðarinnar þar og það varð í rauninni aftur umræða enn frekar það hvar þessi hvað væri að leyna bæjarstæði Ingólfs væri. Það alltaf að tala bæjarstæði Ingólfs en Hallveig var frekar sjaldan nefnd en þó stundum. Það eru þessar skipulagshugmyndir sem eru komna fram upp úr miðri öldinni síðustu. Það verður til þess að það eru hópur mennta og menningafrömuða á þeim tíma sem að senda frá sér opinbert ávarp friðhelgi á bæjarstæði Ingólfs Arnarssonar við Aðalstræti og biðja að það verði friðlýst sem þjóðlegur helgistaður. Og það verði þá friðhelgur þjóðmenningarstaður aldur og ævi og jafnframt mynda á að þetta sé söguhelgi staðarins sé samhegn allra Íslendinga. Það var ekki þá farið fram á neitt fornleifa uppgröft eða neitt slíkt heldur einungis að þarna yrði reist minnismerki og jafnvel almenningsgarður. Það sem gerðist næst í þessum málum var að Þjóðminjasafnið 1961 lét fara fram á könnun á svæðinu
og þar voru teknir borkjarnar og það staðfesti að þar væru heilmikil mannvistarlög og með aldursgreiningu að það mátti rekja það til þessum tímabil sem að kalla landnámsöld. Nú, þessi áform byggingu á lóðunum vakti töluverða mikla athygli en það varð þá í rauninni niðurstaðan að í janúar árið 2001, bara nokkuð hálfu ári síðar, þá hófst uppgröftur á þessum lóðum og það var strax á útmánuðum að það var komið niður á rúst á skála frá landnámsöld og veggjabrot norðan við hann og þar sást í eldri mannvistarlög og svo kallar landnámsöskulög. Og þar það strax sem að kemur fram hugmyndunum að varðveita og leitast við að sýna á einhvern hátt skálan eða þær minjar sem að kæmur þar fram við þennan uppgröft. Og það í apríl 2001 sem að þá hreyft máls á því að gera þar sýningu landnám í Reykjavík. Og þetta varð náttúrulega til þess að það var hófst umræða og það var í rauninni niðurstaðan síðan að borgarráð mitt ár 2001 fól borgarminjaverði og borgarverkfræðingi að hefja undirbúninga því að varðveita rústina og þá tók við flókið og langt ferli sem að stóð í tæp 6 ár og það var ekki alltaf alveg auðsjáanlegt hver niðurstaðan yrði og hvernig færi. En það fyrsta sem að var þá verkefni þessara verkefnastjórnar að var að ráða verkefnastjóra sem Hjörleifur Stefánsson sem kemur hér á eftir mér. Hann við fórum í það að reyna að finna út úr því hvernig yrði unnt að varðveita rústina og líka að hefja undirbúninga gerð sýningar. Og þetta tók nokkur ár og var eins og segi ákaflega flókið. Borgarverkfræðingur þáverandi hafði þetta að segja að það veri óvenju hátt flækjustig á þessu máli. Og það var víst alveg greinlegt, alveg frá upphafi. Og þetta var unnið á ýmsum stigum með ýmsum hópum og Hjörleifur fer nú frekar út í það. En það sem sagt þá ekki fyrir en sem sagt í júní 2004 sem var formlega tekin ákvörðun af borgaryfirvöldum að gera sýningu í Aðalstræti þar sem að rústin yrði aðalsýningagripurinn og þá var skipaður nýr starfshópur sem að falið að undirbúa opnun sýningaskála við Aðalstræti þar sem upphafi búsett í borgarlöndinu verða gerð skil á myndrænan hátt með því að glæða skálarústina og minjar sem henni tengjast nýju lífi. Það voru náttúrulega strax þegar að alveg frá upphafi ljóst að það voru mjög ólíkir og mismunandi hagsmunir og sjónarmið og það viðhorf sem að gátu stangast á og það voru þannig umræða strax í fjölmiðlum og það má segja að þessi rannsókn hafi farið fram undir vökuleg auga fjölmiðla og almennings. Það var strax fyrsta frásögnin af uppgreftunum var í Morgunblaðinu 21. janúar 2001. Það var nýbyrjað að grafa en það var þegar komið fram gólf frá tögum innréttingana sem þótti mjög merkilegt að það skildi vera þarna gólf. En ég núna það sem ég segi núna hef ég úr grein sem Orri Vésteinsson skrifaði í sýningaskrá sem að fylgdi landárssýningunni og það voru sem sagt þessi viðhorf og svona skoðanir með og á móti sem það var eitt af viðfangsefnunum að takast á við. Það var bæði það alveg ljóst að almenningu var mjög hlynntur því að fornminjarnar yrðu varðveittar í einhverri mynd og það komu fram lesendabréf og það voru ýmsir sem blönduðu sér í þá umræðu en það ómuðu þarna þeirra sem að voru þarna með að þetta væri heilagur staður og það væri helgispjöll að byggja. Það var talað að þarna væri hægt að fá áþreifanlega sannanir fyrir upphafi þjóðarinnar, staðfesting á fornsögunum og svo
að þetta var ákveðlega fögur rúst. En á móti þá voru ýmsir sem að efust að þetta væri neitt svo merkilegt. Þetta væri ekki bústaður Ingólfs og Hallveigar og bara frekar ljótt, moldargólf og bara torf og grjót og alls ekki áhugavert. Og það þyrfti engar staðfestingu á sögunum, þær væri bara fullnægjandi og staðfestu sig sjálfar og einhver tók svo djúpt í árin að segja að þetta væri bara alls ekki neini píramítar. Þó að einhverju vildi hafa það. Þarna í þessari umræðu koma strax fram þarna í rauninni þessi svona huglægu gildi sem að eru lögð á, sem að við sem bara einstaklingar leggjum á í rauninni minjar og menningararf og það auðvitað þekkt þessi alveg frá upphafi, bara frá því á 18. öld í fyrstu svona tilraunum til að vernda menningararf og byggingar þá á forna staði, fornminjar, að það sem að var vóþyngst og hafa verið þau svona hefðbundnu gildi, það aldur og saga og fagurfræði. Það kom allt fram þarna strax í þessum viðhorfum. Síðan á síðari tíma umræðu gildi menningararfs sem hefur auðvitað verið bara stöðug umræðu alveg frá því þarna á tímum Ruskins og þeirra fyrstu, að þá núna á síðustu áratugum þá hefur til dæmis komið fram í skjali sem að ICOMOS ástralska landsnefndin gaf út árið 1999, kallað Burra skjalið, að þar komið mun fleiri gildir sem lögð áherslu á að bera að taka tillit til. Fyrir utan þessi hefðbundnu, þá talað það sem að kallað menningarleg þýðing eða merking og að menningararfur hefur tákgrænt og trúalegt, getur haft jafnvel trúalegt gildi, fræðslu og fræðilegt gildi, vísindalegt og síðan komu inn þessi nýju gildi, bæði tekið tillit til að minjar hafi efnahagslegt gildi, hagnýtt gildi og þarna kom í rauninni fram andstæðu sjónarmið hvar sterkust í umræðinu landnámsgálan. Þetta voru lóðir, verðmæta lóðir í Reykjavík sem í miðbæ Reykjavíkur sem að búið var að úthluta, búið var að gefa vilyrði fyrir byggingarétti sem þetta hefur efnahagslegt, hefur bara markaðsgildi og þar vóðs allt þá þessi sjónarmið og gildi annars vegar markaðarins og hins vegar almanna á hagur og svo þá ekki síst þetta afþreyingargildi sem að líka kom mjög sterkt alltaf strax fram og tengist þá fræðslu og því að almenningur eigi að hafa aðgang að minjum og almenningur það á að vera þar upplýsandi og skemmtilegt að koma. En það sem að líka og mjög svona fyrir utan það eins og hefur komið fram að það koma fram mjög mörg og mjög margvísleg og mjög mismunandi sjónarmið sem að geta stangast á og það lausnin að finna út úr því hvernig hægt að sætta og ná fram því sem að hægt að ná fram þannig að minjarnar í rauninni hafi það vægi sem að þeim ber og það þá alltaf spurningin fyrir hverja hefur menningararfið þýðingu eða gildi og það alveg ljóst að hver og einn getur fundið í menningararfi sína merkingu og að fólk hefur ólíkar hugmyndir eða mismunandi hugmyndir það hvernig það getur hagnýtt sér menningararf. En það líka alveg ljóst að hugmyndir menningararf eru háðar tíma og þær breytast í tímans rás og bara með því að skoða þessar hugmyndir sem að menn höfðu á 19. öld eða menn höfðu bara þarna miðja 20. öldina að þá breytast viðhorfin og hver kynslóð endurmetur þarf að endurmeta líka gildi menningararfs og hvaða þýðingu hann hefur fyrir það og þar kemur þá fram ný merking og sem að meðal annars byggist á því hvernig hægt að hagnýta sér minjarnar. En það sem að
var strax á uppgraftatímanum mjög mikil meðvitund var einmitt þetta að minjarnar hefðu, fyrir utan að hafa vísindalegt gildi og sem að kæmi þá í rauninni úr vinnu við fornleifa uppgröft, að þá hefði, þarna væri einstakt tækifæri líka til að fræða og miðlast þá upplýsingum bæði þennan stað og það sem þar hefði komið fram og sögu Reykjavíkur og þróun hennar. En það sem að kannski síðan tók við var, eins og ég segi, nokkur ára að vinna við að koma sýningu landnámsskálan í Aðalstræti á koppinn og Hjörleifur Stefánsson ætlar að segja okkur nánar frá því, en það var sem sagt þannig að á sumardaginn fyrsta, vorið 2006, þá var landnámssýningin Reykjavík 871 +-2 opnuð og þarna sjáum við þá sem að bíðu spenntir eftir að fá að koma inn og skoða. Það ein spurning sem að vaknar hér, en ég ætla að geyma hana en leggja hana hérna inn í umræðurnar. Það þetta með að nú þessi sýning komin á nánast að verða 20, eða hún verður 19 ári í vor og það spurningin stenst hún tíman tönn og hvað gerum við, hvað á að gera áfram. Og ég ætla ekki að svara því, en Hjörleifur ætlar að taka við. Sleppa þessu vandamáli. Sleppa því. Já, sleppa. Já, það er 3 mínútur samkvæmt þessari. Komið sæl og blessuð. Þetta verður hraðferð. Mér sýnist ég hafi 3 mínútur til að segja frá sýningunni. Lengjum í því, já. Sko, ég ætlaði aðeins að minnast á það að þegar að þessu kom að það átti að fara að gera sýningu fornleifarnar við Aðalstræti, þá voru liðin ansi mörg ár þar sem gert að verið ráð fyrir því að öll byggð í Grjótaþorp yrði rifin. Það var reiknað með því alveg frá 1927 þegar fyrst var gert skipulag fyrir Reykjavík. Svona var það alveg til 1976. Þá tók Nanna Hermannsson, sem þá var borgarmenningavörður, upp á því að gera húsakönnun í Grjótaþorpi og komst að þeirri niðurstöðu að þarna væri ansi mikið merkilega menningarminja sem bæri að varðveita. 2 árum síðan var svo gert verndarskipulag fyrir Grjótaþorp. Þá höfðu menn samþykkt það, eða viðhorfin höfðu breyst þannig að menn vildu varðveita Grjótaþorpið, en pólitísk samstaða náðist þó ekki mikilvægustu húsaröðuna sem var við Aðalstræti. Hún var undanskilin. En svo gerðist það að það brann hús, Aðalstræti 12 brann 1977 og svo var Fjallakötturinn rifinn, hann var rifinn og það kom fleiri skörð í byggðina, en 1994 gerði ég tillögu að því, eða uppástungu það mætti gera við húsaröðuna við Aðalstræti og þá fóru viðhorf að breytast svo lítið. Minjavernd, þetta fyrirtæki sem var sprottið upp úr Torfusamtökunum og varð síðan sameign Reykjavíkurborgar og ríkisins, tók sér það hlutverk að fara að gera við húsin eða gera við götumyndina og þá var teiknað þetta hótel á lóðinni þarna númer 16 og uppgröfturinn hófst eins og Guðni nefndi hér áðan. Strax árið 2001 kom Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir að þessu sem sýningarhönnuður án þess að það væri þó búið að ákveða að gera þarna sýningu og hún lagði fram fyrstu skissur að sýningu. Hugmyndin var svo að rústin yrði varðveitt í kjallara þessa hótels sem að búið var að teikna þarna.
Guðni Gerður sem þá var honum borgarminjavörður samdi við minjavernd það að breyta kjallaranum þannig að hægt yrði að varðveita rústina og á þessum fyrstu skissum var þegar gert ráð fyrir því að rústin yrði miðdepill sýningarinnar og sporeskjulaga veggur reistur allt í kring með upplýsingum hvað eina sem að í ljós hefði komið. Það voru skipaði nefndir og það voru gerð svona skipulagsdiagram það hvernig ætti að vinna þessu, hver gegndi hvaða hlutverki og hvar ábyrgðin lægi. Það voru kallaði til danskir forverðir, frábært fólk sem kom hingað til þess að hjálpa okkur við þetta. Torfrústir hefði ekki verið forvarðar áður og það var ákveðið sem sagt að búa til svona box nánast úr stálþili og sandi og steinsteyptum hellum til þess að varðveita þetta meðan væri verið að byggja kjallarinn í kring. Og þetta tókst ljómandi vel, þarna var rústin geymd og meðan kjallarinn var byggður. Svo komu forverðirnir og fóru að rannsaka það hvernig ætti að varðveita eða hvernig ætti að forverja torf og það var ansi flókið mál. Þeir tóku sýnishorn og gerðu tilraunir og smám saman þá funduðu leið til þess að við kallaði það að steingerfa torfið en fyrst þurftu þeir að rannsaka hvað torf væri í raun og veru, efnainnihald torfsins. Þeir tóku sýnishorn, fengu sýnishorn úr rústinni, þeir fengu sýnishorn úr Glaumbæ í Skagafirði þar sem torfið var orðið meir en 100 ára gamalt og svo nýtt torf og þetta var efnagreint og í ljós kom að í nýju torfi var það bil 80% lífrænt efni og 20% steinefni og svo breyttust þessi hlutföll með tímanum og í 1000 ára gamlu torfi hafði þetta alveg snúist við 80% steinefni og innan við 20% lífrænt efni. Á 1000 árum breytist þetta svona og steinefnin þegar þau þornuðu þá urðu bara nánast að ryki og hefðu getað blásið í burt. Þau fundu sem sagt leið til þess að steingjarfa þetta með einhverju merkilegu lífrænu leysiefni, mjög merkilegt efni sem var sprautað yfir, ég sýni ykkur það betur á eftir en ég ætla aðeins að segja það, á meðan var verið að undirbúa sýninguna þá var eftir annara sýningar, bráðabirgðasýningar forvörslu torfsins og hún var í þessu húsnæði líka og þarna voru sýnishorn af torfi og hvernig þau breyttust í gegnum tíman og hvernig þau tekist að forverja þau. En forvörslan var með eiturefni, þetta voru leysiefni sem þurfti að úða yfir torfið og þetta voru allt í allt 12.000 lítrar af leysiefni og leysiefnið var svo magnað að þau þurfti að vera sem í eiturefnabúningum en svo breyttist það í vínanda, hreinan vínanda. 12.000 lítrar af vínanda gufuðu upp inn í húsinu og var blásið með loftræstikerfinu út í miðbæinn og þið getur rétt ímyndið á kvöldin. Bærinn angaði af vínanda og ákveðin hópur samfélagsins fyrtist að staðnum á kvöldin. Fornleifastofnun annaðist tæknimálin og Garðar Guðmundsson, fornleifafræðingur sem var með tækjadellu, hann annaðist þann þáttin af þessu. En Þórunn Sigríður sýningarhönnuður gerði líkan af hugmyndum sínum sem að unnið var með lengi og við leituðum síðan eftir samvinnu við fjölmiðlafræðinga bæði í Þýskalandi og Íslandi. Hugmyndin var sú að í þennan sporeskjulaga vegg allt í kringu rústina yrði felld útsýnismynd af fjallarhringnum í kringum Reykjavík eins og hann var við landnám. Og inn í þennan vegg yrðu felldir sýningarkassar með þeim gripum sem að ætlunum að sýna. Guðmundur Ingólfsson ljósmyndari tók þessar fjallamyndir allt í kringum Reykjavík og Sigurður Valur myndlistarmaður tók að sér að fjarlægja öll mannvirki úr myndunum og flétta síðan inn í þar aftur gróður þar eins og Árni Einarsson líffræðingur taldi líklegt að hefði verið á þessum tíma
og þannig var búinn til sem sagt útsýnishringurinn frá Reykjavík það leyti sem skálinn var byggður. Arkitektarnir sem teiknuðu húsið, það var teiknistofan Argos, þeir flettuðu þessa grunnmynd af rústinni og sporöskjuveggnum inn á sína teikningar. Sporöskjulega veggurinn hann hallaði ýmist út eða inn og hann var ansi flókinn og við þurftum skipaverkfræðing til þess að hanna hann fyrir okkur eða teikna hann. Inn í þennan útsýnisvegg sem við sjáum þarna felld ljóslína sem markar staðsetningu á landnámsöskulaginu eins og það var þegar uppgröfturinn hófst. Rústin sjálf bara þarna í miðjunni og veggur í kringum hana til þess að hemja mölina. Hugsunin var svo að eins og sýndir á þessari mynd að inn í útsýnismyndina yrðu felldir flatskjáir með hreyfimyndum. Sýningakassarnir eru felldir inn í vegginn fyrir neðan útsýnismyndina. Á þeim stað þar sem viðkomandi sýningagreipur tengist náttúrunni eða útsýninu eins og það var, og á þessum flatskjá sem þarna felldur inn, þar leikin mynd til þess að túlka eða útskýra gripinn. Hugmynd okkar var alltaf svo að þetta væri mjög, mjög vísindaleg sýning, en hún ætti að vera skemmtileg. Hún átti að vera falleg og skemmtileg, öfugt við það sem að hér var nefnt áðan að vísindaleg sýning var gefið í skyn og hún væri kannski leiðinleg, en hún átti ekki að vera það. Hún átti að vera skemmtileg en vísindaleg. Það átti ekkert að vera sagt í þessari sýningu sem ekki stæðist gagnrýni fræðimanna. Fræðimenn þyrfti ekki að vera sammála alltaf, en við höfðum 3 manna hóp, það var Orri Vésteinsson og Helgi Þorláksson og Árni Einarsson. Allt sem sagt var á sýningunni átti að fara í gegnum síu þeirra, gagnrýna síu þeirra. Ég þarf að fara hratt yfir sögu. Við gerðum þrívítarlíkan úr timbri, úr massífu timbri, fyrir þá sem eru sjóndaprir eða blindir. Þeir getur þreifað á líkaninu til þess að skilja formið á skálanum. Hvað sjáum við nú hér? Bíddu nú við. Já, þetta nú bara sýnishorn af þessu. Börn koma inn á sýninguna. Þeir koma þarna að skjáum og þá fer að stað hreyfimynd. Þarna verið að sýna bein úr geirfuglum í sýningarskáp. Þarna eingöngu verið að reyna á skemmtilegan hátt að segja frá einhverju sem að skiptir máli. Við höfðum svo upp á ilmfræðingi, sem íslensk-norskum ilmfræðingi í Berlín, sem bjóð til fyrir okkur ilminn úr fjörunni í Skerjafirði eins og hann á sóldegi að vori. Ilmurinn settur í sérstök hylki, hreyfiskynjarinn sem setur af stað atburðarásina, hann sprautar pínulitlum sjáarilmi yfir gestinn líka á 2 stöðum í sýningunni þar sem þar sem við skulum við segja. Mjög mikilvægur þáttur í túlkuninni var svokallaður endurbyggingaskjár, þar sem að krakkar gátu hort í gegnum glugga, má segja, inn á rústina og sett af stað prógram sem sýndi tilgátum það hvernig skálinn hafði verið þegar hann var upp á sitt besta. Bíddu nú við, þetta vill ekki. Þessi þáttur, þau settu sem að fingur á þetta viðmót og gátu sjálf kallað fram sem sagt tilgátu hugmyndirnar það hvernig skálinn hafði verið. Þetta ekki lengur hluti af sýningunni, því þurfti að breyta af einhverju ástæðu. En stærsti þátturinn í margmiðluninni var þó þetta margmiðlunaborð, þar sem að gestir gátu kallað fram ótal upplýsingar rústina. Það leit svona út, stórt borð, margir gátu verið við það samtímis
og þeir gátu kallað fram upplýsingar bara með því að snerta borðið. Þetta kallaði á svolítið flókinn tækjabúnað. Það voru 3 myndvarpar sem voru faldir upp í loftinu. Nú orðið virkar þetta ekki lengur, þessi hefur ekki verið haldið við sem skildi. Nú þetta borð bara autt, en myndirnar sem þarna voru, þær sýndu daglegar athafnir fólks, konur að spinna, kalla pissa í kopp og svo framvegis. Allar þessar myndir voru settar upp og leiknar af Gagarin og ýmsum fleirum, en það var ákveðið að hafa þar allar svona, þetta væri raun og veru skuggamyndir eða hálfgerðir draugar. Svo var þarna mjög merkilegt margmiðlunartæki þar sem menn gátu fengið alls konar upplýsingar, samanburð menningar þátt að okkar við annara landa. Þetta voru upplýsingar sem þá voru nýjar sem Agnar Helgason, mannfræðingur, hafði skrifað mikið skyldleika eða uppruna Íslendinga, og Þórhallur Eyþórsson, málfræðingur, var þarna með skyldleika tungumálana. Eitt af því sem við vorum með í þessari sýningu það var ákveðið að það skyldi ekkert vera sett inn í rústina. Rústin skyldi bara vera ósnert frá því að hún kom í ljós. Það eina sem við gerðum var það að með svona smá galdri gátum við sett eld í eldstæðið, og það var í raun og veru með þekktri aðferð sem kallast Pepper's Ghost. Það var í raun og veru falinn skjár með upptöku af eldi sem varpað var á gegnsæja glerplötu. Einn af mikilvægastu þáttunum í fornleifafundinum þarna var veggur eða leifar af vegg og leifar af öðrum skála sem hafði verið byggt þarna áður en landnámsöskulagi féll. Þetta við norðurendan á skálanum. Og þar gerðum við svolítið mikið úr því að draga fram mikilvægi landnámsöskulagsins. Ég ætla ekki að eyða með fleiri orðum í það að sinni, en sko það mikilvægt að nefna það til dæmis. Það voru mjög margir sem komu að gerð þessara sýningar og mjög samstilltur hópur sem ég held að hafi yfirleitt haft afar gaman af því sem við vorum að gera. Atli Hilmarsson sá grafíska hönnun og Páll Ragnarsson hannaðist lýsinguna, og Bryndís Sverrisdóttir var ritstjóri sýningarskrárinnar. Og þegar heiti sýningarinnar það nú horfi á fyrir gefið. Þegar heiti sýningarinnar var ákveðið, þá var ákveðið að flétta inn í það ártalið 871 + -2 til þess að leggja áherslu á vísindalegan bakgrunn sýningarinnar. Þessu hefur nú verið breytt og það er búið að fella +-2 út úr þessu, sem að vekur svolítið furðu vegna þess að það að fella það burtu var rökstutt með því að þetta kallaði bara spurningar og einhver óþægindi, en það var einmitt tilgangur með þessu. Miðað við viðbrögð okkar miðað við viðbrögð þau sem við fengum við sýningunni á fyrstu dögunum og fyrstu vikunum og mánuðunum, þá held ég að okkur hafi tekist að gera sýninguna bæði skemmtilega og fróðlega, en hún byggir á mjög vísindalegum grunni, það er alveg á hreinu. Og það að þetta skyldi takast að fá fram þessa sýningu og komin upp, það er ekki hægt að þakka einum einstaklingi, en það er alveg víst að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem þá var borgarstjóri og Guðný Gerður sem þá var borgarminjavörður, þær áttu mjög snaran þátt í því að knýja fram það að þetta var gert. Þar með held ég að ég sé búið með mínar 3 mínútur. Takk fyrir. Kæra þakkir, Guðný, Gerður og Hjörleifur. Við skulum standa upp og fá okkur kaffi, svona korter, eitthvað svoleiðis 20 mínútur kannski, og svo höldum við áfram.
Næstur stígur í pontu Bjarni F. Einarsson, fornleifafræðingur sem ætlar að ræða Vog í Höfnum. Komið þið sæl, ég er smá hás, en það verður að hafa það. Takk fyrir að bjóða mér, takk fyrir að koma og ég heiti Bjarni F. Einarsson, fornleifafræðingur og ég hef unnið á fornleifafræðistofunni bráðum í 30 ár og mun daga þar uppi. Ég ætla að kynna fyrir ykkur rannsóknir í Höfnum á óþekktum skála sem við fundum þar og skýrðum Vog af þeirri einföld ástæðu að börnum verða heiti eitthvað og ég vil síður að heiti VAF 38 eða H57 eða eitthvað þess áttar eins og er á Grænlandi. Þannig að við tókum þetta nafn, fundum það í heimildum og það virkar ágætlega. Ég mun fara svolítið fram og tilbaka því kvartið ef þið heyrið ekki í mér, en mér liggur oftast frekar hátt rómurinn. Þarna sjáum helstu ekki helstu, bara þá sem að komu að þessum rannsóknum og þeir sem fjármögnuðu þær. Nú sjáum við til hvort þetta virki. Já. Örstutt, það verður alltaf að fara í gegnum landnámu þegar maður er að tala landnámsbíli svokölluð eða landnámsminjar eða víkingaminjar. Þetta úr Sturlubókinni. Það sem er athyglisvert þarna er í sjálfu sér ekki nafnið á fýrnum, heldur þessi tilvísun á Grænland. Og í Hauksbók mjög svipað, líka tilvísun í Grænland. Og þessi Bjarni Herjólfsson, sá sem fyrstur sá Vínland að sumrasögn, þetta fer svolítið eftir því hvaða heimildir þú ert að lesa. Stundum er það Bjarni Herjólfsson, stundum er það Leifur Heppni. En nú förum við í fornleifafræðina. Nei, þarna kemur það, okkur við köllum þetta Vog. 2002 þá erum við að setja á stað fornleifaskráningu fyrir sveitafélagið Reykjanesbæ og við ákváðum það svona að við skildum byrja í Höfnum og akkurat það leyti þá koma nýjar loftmyndir, svokallaðar lágflugsmyndir sem þá voru þær bestu sem völ var á. Í dag er til jafn góðar ef ekki betri myndir nánast af öllu Íslandi. En þetta er fyrsta loftmyndin sem ég skoðaði og bingo, þarna lá eitthvað sem ég taldi vera skáli. Ég tilkynnti það nú alveg með þetta sama til sveitarstjórans. Það er náttúrulega allir búin að finna hann er hérna. Kirkjan í Höfnum, þetta svæði ónýtt nánast bara í aldri. Tilkynnti þetta og bæjarstjórinn sagði, hversu öruggur ertu Bjarni að þetta sé skáli? Og ég vildi ekki vera svona hrókafullur, þannig ég sagði, ég er svona 99% öruggur. Já, eigum við þá ekki að staðfesta þetta. Og úr varð að ég mætti á staðinn í nóvembermánuði og gróf 2 prufholur og sendi sýni í aldursgreiningu og úr þessu varð síðan 6 eða 7 sumra rannsókn. Við byrjuðum á því að fá jarðsjármælingar aðila sem var að gera doktorsritgerð jarðsjármælingar á Íslandi, Timothy Horsley, mann fyrir fleiri en mig, jafnvel marga fornleifafræðinga, og við byrjuðum á því að afmarka 60 metra stórt svæði og jarðsjármældum það með viðnámi og segulmælingum. Síðan fengum við gröfu sem tók 50 cm ofan af öllu svæðinu og endurtókum leikinn til að kanna það hver munurinn yrði í niðurstöðum jarðsjármælingana. Það reyndist ekki eiginlega neitt. En hérna er skálinn.
þetta langeldurinn, hérna má greina dyr og hérna má greina eitthvað, hérna og svo allt þetta hérna reyndist ekki vera neitt. Það á þessu dökka svæði sem eitthvað var. En jarðsjármælingin þessi sýndi það ekki svo vel væri. Þetta þá seinni umferðin, 50 cm neðar og það ekki hægt að segja að þetta sé eitthvað betri mynd en þó þetta hérna aðeins skýrara. Þessi ummerki hér. Og þetta heildar eða loka teikning af öllu svæðinu með öllum þeim minjum sem þar var að finna. Þær hvað ég að gera núna? Það þessi skáli hérna, jarðhýsi hér, þetta sem við köllum matargeymsluholu og þetta sem ég kalla vatnspóstinn. Fleira var ekki. Og ég leitaði alveg eins og vitleysingur út bæði hér á svæðinu þar sem að hugsanlega fornleifar gætu leynst en víða var hraunið komið upp þannig að það var náttúrulega ekki ástæðilega að grafa þar og svo í kringum allt svæðið, allstaðar þar sem hét bunga eða hóll eða einhvers konar uppækkun, þar keyrði ég gröfuna í gegnum jarðlögin og við fundum ekkert meira. En tilgangurinn var að finna fjós. Því að þegar hér var komið þá komin ákveðin tilgáta í kollinu á mér en hún var svolítið dramatísk og ég þurfti að finna eitthvað sem afsannaði þessa tilgátu þannig að ég þyrfti ekki að vera að pæla frekar í því og fjós hefði kollvarpað þessari tilgátu en ég fann aldrei neitt fjós. Tilgátan staðreynd. Förum inn á það á eftir. Hérna ég alltaf að víta á vitleysan. Hérna liggur Búrhvalstönn, þétt upp af veggnum. Hérna liggur svart lag og nú þarf ég víst að fara hérna og þetta miðaldalagið svo kallað 1226 sem hefur tróðið sér þarna inn á milli steina í blásnu umhverfi og þetta túlka ég sem húsfórn. Ég hélt náttúrulega að þetta væri rostungatönn, fór með hann upp á Náttúrufræðistofnun Íslands og þetta reyndist vera Búrhvalstönn. Það skiptir engu máli hvort þetta sé Búrhvalstönn eða rostungatönn fyrir mig eða tilgátuna því að Búrhvalstönn alveg jafn gott efni og rostungatönn nema minna. Og oft á tíðum betra því að Búrhvalstönnin hvít alveg í gegn á meðan rostungatennur eiga til að dökkna inn að kjarna. Ég teka fram að í einum búrhval 50 til 70 tennur, allar í neðri skolti og prísinn eða verðið á þessum efnivið var gríðarlega hátt. Fyrir eina rostungatönn, sem náttúrulega talsvert lengri en Búrhvalstönn, mátti fá 1,5 árslaun vinnumanns ef það hægt að umreikna launakjör yfir til víkingaldar, en það bil 1,5 ár. Þannig að þetta voru umtalsverð auðæfi. Það snýst alltaf peninga. Hvað getum við rannsaka mikið í hverju umferð og í þessu tilfelli ákvað ég að taka 1/3 hvert sumar í þeirri von að geta klárað sjálfan skálan á 3 sumrum. Þetta austurhluti skálans. Hérna eru dyrnar og nú sjáum við ekki stálið hérna en hér í þessu stáli miðaldalagið okkar 1226 alveg samfellt yfir öllum skálanum sem segir okkur að skálin miklu umtalsvert eldri en 1226. Miðhlutinn, langeldurinn, hér ummerki eftir pröfuhóluna sem við tókum 2003, veggirnir,
steinaraðir hérna á mörkum miðskipa og miðskips og hliðarskipa og umtalsverður hæðarmunur, einu 25 cm á gólfinu í miðskipi og hliðarskipunum. Hérna yfir hefur verið þil. Síðasti áfanginn, vesturendinn, hér eru dyr sem höfðu verið aflagðar, fylltar í og ástæðan fyrir því er trúlegast svo að þessi hluti hússins er eldri en hinnir hlutarnir tveir. Það veit ég núna eftir að hafa fengið prófessor Þorvald Þórðarsson hreinlega á staðinn og hann fékk það hlutverk að finna landnámsgjósku í þessum hluta hérna og svo í þessum hluta. Hann fann landnámsgjósku það bil hér en fann enga landnámsgjósku hér, fann hins vegar gjósku frá Reykjanesi sem er ódagsett og óaldursgreind, væntanlega forsöguleg. Þannig að einhvern tímann hefur staðið þarna lítið hús, þó ég viti náttúrulega ekki stærðina, með dyrum hér. Síðan hefur húsið verið stækkað til austurs, dyrnar aflagðar og nýjar dyr tekið við og þetta var orðið að skála. Hérna sjáum við sama hluta frá hinni áttinni. Nei, hvað er ég að gera? Hér er hóla, hér var önnur hóla. Við köllum þetta seiði yfirleitt, en seiður er afar vont orð eða heiti yfir hólur með viðarkólum eða brenndu steinum eða öllu saman og ýmsu fleira. Þannig að ég er hættur að nota orðið seiður, ég nota hugtakið nytjahóla, en þær voru notað til þess að geyma mat, elda mat, framleiða tjöru, framleiða lýsi og svo framvegis. Geymsluhólur líka. Að kalla þetta seið er allt og gildislaðið. Ágætis orðinsvegar sem Finnur Magnússon fann upp á hér árið. Hér er þá skálinn full rannsakaður og hér eru skilin á milli þessara tveggja húsa. Þetta er eldri hlutinn og svo tekur þessi við. Langeldurinn setinn og þessi fallega stétt hérna fyrir utan. Lítill skáli. Fyrsta drónamynd sem ég fékk tekna á ævinni. Drónar voru ekki almannagóss þá, þannig að ég fékk ágætan mann til þess að taka þessa mynd. Egill Ibsen, hann var tækjaóður eins og sumir, gjörsamlega tækjaóður og átti flottasta dróna á Íslandi. Og við tók nokkra ljósmyndir fyrir mig og svo tók hann hreyfimyndir fyrir mig og lét drónan koma utan af hafi yfir rústirnar nema hvað drónin tók völdin og ákvaða að snúa tilbaka út á haf og hvarf. Hann fannst síðan nokkru seinna í flæðarmálinu, reyndar, en þá voru öll gögn ónýtt og sá dróni fór aldrei aftur á loft. Skálinn, jarðhýsi hér, og hér er ógrafin matar hóla, já, hún var ekki stöð hér. Og hérna er þessi rúst sem ég kalla vasspúst. Ég veit að það er ekki sniðugt að vera að tala slíkt, en þarna er hvergi rennandi vatn, þannig að það varð að leysa vassmálið einhvern veginn. Og þetta er ekki vasspústurinn, það var sem sagt hóla, grafið niður, hringla hóla, tröppur aðeins á ská niður að þessu og veggir í kring, torfveggir, og þarna ímynda ég mér, ég viðurkenni það, að tunnan í skipinu hafi verið sett þarna til þess að safna vatni. Þannig að ég kalla þetta vasspúst í skorti á betri skýringu. Hérna er skálinn, þetta er jarðhýsið og hérna er þessi undarlega dropalaga hóla.
Ég hafði náttúrulega ekki hugmynd hvað þetta væri. Hún með þessum þvervegg hérna í sem hefur verið byggður á seinni stigum tilvistar þessara hólu og alveg í blábotnin líklegast jarðhýsi. Jarðhýsi sem breytist í þessa stóru hólu. Ég lét greina talsvert magn af sýnum úr þessari hólu til að finna fitusýrur því að ég með hvalablæti svo kallað og vildi fá að staðfesta að það væri eitthvað sjávartengt þarna í þessari hólu. Niðurstaðan það þarna sjávarspendýr, fiskur, fugl, en það líka þarna plöntur, smávegis af spendýrum, landdýrum og öllum fjandanum. Plönturnar eru krækiber, bláber, jurtir sem ég kann ekki eins og nefna lengur, en sumar af þessum jurtum voru oft notaðar til þess að forverja mat. Svona hóla hefur aldrei fundist áður á Íslandi, aldrei fundist í Svíþjóð, aldrei fundist í Danmörku en finnst í Norður-Noregi á meðal sama. Þetta eru matargeymsluhólur sem þeir geyma kjötmetið sitt, fiskmetið og annað á milli ferða til þess að geta átt þetta innan handar ef þurfa þótti á ferðum sínum frá til dæmis sumarhögum yfir í vetrarhaga og svo framvegis. Þannig að ég hallast að því að þetta sé matargeymsluhóla vegna þess að Vogur í Höfnum ekki landnámsbýli, þetta ekki bóndabær með hefðbundnum búskap, skepnur og svo framvegis. Ég túlka þetta sem útstöð, árstímabundna útstöð, þar sem fólk hafðist við yfir ákveðin árstíma, væntanlega sumarið, í þeim eina tilgangi að nýta auðlindir sem þarna voru, þar á meðal rostungatennur og búrhvalstennur. Okkur greinir pínulítið á það hvort að rostungastofnin hafi verið til staðar þá eða ekki. Flestir hallast nú að því að það hafi verið einhverja dræsur eftir af rostungastofninum, en koma norræns fólks á staðinn gerði út af við þennan stofn. En ég hef líka lagt á það áherslu að þarna komi menn og konur líka til þess að safna rostungatönnum sem lágu þarna eins og hráviður allar strendur, því þetta eru allt saman gömul rostungalátur, yfirgefin rostungalátur. Og sama má segja búrhvalinn. Búrhvalurinn hann syndir gegnan á milli Íslands og Grænlands, sérstaklega gamlir tarfar, og gamlir tarfar eru nær því að gefa upp öndina en ungviðið, og þegar þeir gefa upp öndina þá skólar þeim á land öðru hvoru megin, Grænland eða Ísland. Þannig á þeim 10.000 árum sem liðið höfðu frá því að ísöld lauk á Íslandi svona rétt hægt að ímynda sér farganið af hvalbeinum, kvölum sem höfðu rekið á land. Í allskins ástandi, allt frá því að vera hreinar beinagrindur yfir í það að vera tiltölulega fersk hræ. Úr hræjum mátti til dæmis vinna lýsi. Þannig að ég tel að þetta sé útstöð, gríðarlega mikilvægur áfangi í ásókn norrænna manna út á Atlantshafið. Shetlandseyjar, Bretlandseyjar, Færeyjar, Ísland, Grænland, Helluland, Markland, Vínland. Þar sem að sagan endaði og svo kom afturhvarfið eins og gerist í öllum útrásum. Vínland misheppnast, Grænland yfirgefið, en við erum hér enn. Þannig að alveg eins og Landsá Meadows á norður enda Nýfundalands útstöð. Ég held að séu engir, ég kann allavega ekki við fornleifafræðing sem mótmæli því, að Landsá Meadows sé útstöð. Og þá gæti maður spurt, einu sinni var Ísland í sömu sporum og Vínland, það að segja það land sem var lengst í burtu. Það ólógist að þar hafi líka verið útstöð, eða á Færeyjum, eða á Grænlandi? Og að mínu viti þetta alltaf sama ferlið, þú finnur, nýtir og nemur. Þannig sigruðu norrænu menn, eða víkingar skulum við kalla þá, Norður Atlantshafið.
í þrepum. Þannig að hver einn áfangi var mikilvægur til þess að hægt yrði að taka og stíga næsta skref. Það er ekkert langt frá Vesturlandi yfir á austurströnd Grænlands, þar sem var gríðarlega stór og sterkur stofn. Það er annar stofn á Vestur-Grænlandi við Diskóflóan og þriðji stofnin var við Nýfundaland. Sumir hafa haldið fram að ein aðal ástæða þess að norrænu menn fara til Grænlands hafi verið rostungatennurnar. Ég tel mjög mikið í því. Síðan gerist það að rostungaverðið hrynur á evrópskum markaði, það kemur annað efni inn sem ryður rostungatennum úr vegi og það eru fílatennurnar og það var byrjunin á endalokum grænlendinga eða norrænna manna á Grænlandi. Ég hef ekki skrifað mjög mikið Vog, þó er til náttúrulega skýrslur fyrir hvert eitt sumar og grein sem ég skrifaði, en þar er ég aðalega að pæla í rostungamálunum og hélt því fram að rostungurinn hafi verið útdauður við komu norræns fólks til Íslands. Þetta erum við að karpa, ég og líffræðingarnir, bara gaman að því. En ég held að þeir hafi eitthvað til síns máls, en þeir hafa allavega samþykkt það að rostungastofnin hafi verið nær útdauður. Og hér eru 7-14 greiningarnar sem liggja fyrir og þær sýna það, ef við trúum niðurstöðum þeirra, að þarna er viðvera fólks frá því rétt fyrir landnám og svo vel inn í landnámið og sama er upp á teiningnum á stað sem heitir Stöði í Stöðvarfirði sem ég túlka á nákvæmlega sama hátt nema að landnámið fylgdi svo í kjölfarið. Útstöðin er í Brúki, rétt fyrir landnámið og svo áfram inn í landnámið. Og það er á grundvelli útstöðvana sem fólk tekur þá upplýstu ákvörðun að flytjast búferlum þaðan sem það kom. Fólk flytur aldrei beint út í óvissuna. Það er alltaf vitneskja fyrir áfangastæðin í öllum þekktum fólksflutningum veraldar. Kallast spy theory. Það er alltaf upplýsing áfangastæðin. Og á einhverjum tímapunkti var þráin eftir því að komast á nýjan stað meiri en þráin eftir því að vera kjurt og fólk fluttist búferlum með fullt af vitnesku í farteskinu það hvað þetta land bauð upp á og það bauð upp á mikið. Hvað núna? Já. Nokkri gripir, það er nú ekki mikil gripa fjöld í Vogi en þó snældisnúður, sá eini sem fundist hefur í og fannst í Vogi. Ykkur myndi vilja segja, þetta er tóvinnu dæmi, tóvinna, en þetta segir ekki neitt. Það fannst einn snældisnúður í Lands á Metos líka. Í farteski allra sjófarenda voru tóvinna áhöld, því að á skipinu var til nokkuð sem hét segl og seglið þurfti að halda við. Kola, ein af tveimur, hálfunnin, sakkaða vaðsteinn, óskilgreinanlegur gripur með förum, tinna, vaðsteinn, unnin steinn, köllum við þetta þegar við vitum ekki hvað er, og svo þetta sem er sakka. Svolítið mikið hafrænt. Þetta hins vegar er merkilegu gripur. Þetta var allavega mér vitanlega eina leirtausbrotið, eru tvö, reyndar, passa saman, sem fundist hefur frá Víkingöld á Íslandi. Mér vitanlega. Mér skilst að það hafi fundist leirtau í Seyðisfirði. Ég hef ekki fengið endanlega staðfest. En þetta er tiltölulega dæmigert leirtau, svipar mjög til eina leirtausbrotsins sem fundist hefur á Færeyjum, sem fannst í Argisbrekku, eitt leirtausbrot. Þetta er baltískt leirtau. Ég fekk að fara með þessi brot með leyfi Minjastofnunar örugglega eða fornleifaverndar til Stokkólms og sýndi leirtausfræðingum þessi brot og ég fór til Gotlands og sýndi þeim þessi brot og það er allir hjartanlega sammála það. Þetta er baltískt leirtau. Nánari aldursgreining ekki möguleg.
Þetta er svolítið sniðugt, þetta far þannig, þetta annarkvort stimpilfar, það var algengt, eða neikvætt spor eftir byggkorn eða hveitikorn eða eitthvað þess aftur. Ég hallast að því að þetta sé stimpilfar. Það er vísbendingum annað hér. Þannig að þetta er munni. Þetta hefur sirka nefastór bolli, aðeins stærri kannski og mjög þunnur frekar grófur og leirkera fólk sér strax að þetta er forsögulegur leir. Aðrir gripir, 3 perlur fundust á staðnum, gler, raf, steintegund, 2 hnífar, heinbrýni. Ég kalla þetta skutul, flestir myndu kalla þetta spjót, en spjót og skutul, þetta er sami hluturinn. Öll vopn víkingaldar nema sverðið voru líka ósköp venjuleg brúks áhöld notuð til hversdagslegra verka. Kúskel fannst í matageymsluholunni og svo er þetta er draglóð. Draglóð er lóð sem fest er í spottinn í dyrnar og þegar þú gekkst út þá lokuðust dyrnar sjálfkrafa. Þetta er sjálfvirkur lokunarbúnaður frá víkingöld. Þetta er búrkarstönnin og þið sjáið að það er búið að fasa þessa tönn á allar hliðar nema alveg í rótina. Það er búið að skera af oddinn og það er búið að gera hana svona ferningslaga svolítið í prófílinn. Á hverju gerir fólk þetta? Ein ástæðan getur verið svo að það er auðveldara að pakka niður svona tönnum til þess að ferja yfir hafið. Hafa þetta stabílt borð í skipinu. Í sekkjum þá. Annar gripur sem reyndist vera hamar, en ég hélt lengi að væri enn annar skutullinn, en þetta er ósköp venjulegur spísaður hamar hérna með kúluhaus eða flötum haus hér. Á sænsku heitir þetta plóthamar, ég bara kann ekki nafnið á íslensku. Blikkhamar eða eitthvað þess aftur, til fínni málmsmíða. Og röntgenmynd af þessu, þetta er sem sagt timbur hérna er endinn og þetta er brot. Skaftið hefur legið hér. Þetta er nú bara haft með til skrauts, frægasta verkfærakista Skandinavíu, Mestermýr verkfærakistan frá víkingöld. Og þá erum við komin að því hvernig eigum að ganga frá þessum stað. Vogur í höfnum lætur ekki mikið yfir sér, ekki margar rústir og eins og allar landnámsminjar á Íslandi, lágreist, vaksin grasi, sést glittir kannski grjót hér og hvar. Hvernig eigum við að geyma þessa rúst til framtíðar? Nú er ég náttúrulega ekki sérfræðingur á það. Eina aðferðin að talaði Hjörleifur mér hugnast hún ekki að breyta þessu í plast eða ykkur skringileg efni, en það er ein lausnin. Þetta er óbúslega vandmeðfarið. Kannski eigum við bara að nálgast þetta vandamál eins og við gerum með hamrana. Við skiptum skaftið ótalsinnum og líka hausinn ótalsinnum, en þetta er alltaf sami hamarinn. Þannig var íslenskum húsum haldið við. Það var stöðugt verið að skipta út torfinu, stöðugt verið að laga, stöðugt verið að breyta. Þannig að leifum þeim að kúra það sem þær eru, þessar rústir, en reynum samt að lyfta þeim fram eins og hér hefur verið gert. Göngustígar í kringum, þetta er sem sagt jarðhýsið, matarholan og skálin og svo er hérna málmur, járn eða eitthvað þess háttar og þar undir er ljós, þannig að þetta gæti litið svona út á kvöldin sem myndi náttúrulega þýða að það væri þetta múr og margminn alltaf á kvöldin en ekki nokkur hræða þarna á daginn, en það er sama, þetta er eina aðferðin. Þór kannski hefur miklu þróaðri hugmyndir en ég það hvað megi gera við svona rústir. Hérna eru þar vel upplýstar og gangstígurinn hérna á bílastæði kirkjunar. Hér er ferlíki sem er
aðeins búið að draga úr þarna að þetta byggði einn skipulagsstjóri í Reykjanesbæ. Hann fekk þá hugmynd í hausinn að það þyrfti að búa til skeifu hérna svo fólk geti komið og drukki kaffi sitt þarna inni, nema hvað það halda allir þetta sé náttúrulega víkingaldar rúst. Og það hefur ekki fengist að fá þetta ferlíki í burtu. Hinn kolan og takk fyrir mig. Hvernig fór ég á tímanu? Var í 20? Það eftir múla. Þakka kærlega fyrir Bjarni og þá það síðasta erindið í dag og það Ólöf Breiðfjörð sem ætlar að segja okkur frá málum í Garðabæ. Gjörðu svo vel. Það músavandræðin? Já, týnist alltaf mús. Það einhver hlutur að það. Takk. Svolítið hæðamismunur á mér og Bjarna. Hún alveg jú, þannig hún. Efst. Akkurat. Svo bara niður, já. Já, ok. Já, eins og fram hefur komið þá ég Ólöf Breiðfjörð, menningarfulltrúi í Garðabæ og bara takk fyrir að bjóða mér með þessum kanónum. Ég fekk smá í hnén þegar ég sá nöfnin sem voru talað í dag. En ég geri mitt besta. Ég sem komin hérna til þess að kynna fyrir ykkur verkefni sem að nýverið, eða svo til nýverið, hefur fengið nýtt líf í formi nýrrar sýningar í Minjagarðinum á Hofstöðum og með mannmiðlunarsýningunni aftur til Hofstaða sem að staðsettir á Garðatorgi. Þar að auki hefur fræðsluefni verið komið fyrir á gagnvirkum vef í tengslu við Minjagarðinn og fornleifarannsóknina sem að fór þar fram. Þetta byrjar örugglega, ég er örugglega ekki að segja neitt nýtt, en mér finnst það bara sjálfri svo merkilegt að þetta byrjar með því að það var svona glöggur gröfukall sem var að fara að byrja á byggingu leikskólans Kirkjubóls í Garðabæ og þessi glöggi gröfukall, hann tók eftir því að hann var að grafa eitthvað mjög furðulegt í sundur. Hann sem sagt kallar til sérfræðinga og þarna kemur strax fólk frá Þjóðminjasafninu að og þá kemur í ljós að gröfukallin var komin niður á Túngarð með gjóskulögum sem vísuðu til þess að byggð hafði verið á svæðinu á landnámstíma. Þetta var sem sagt árið 1984 og þá var gerð svokölluð forrannsókn og Guðmundur Ólafsson sem að hér situr, hann tók meðal annars þátt í þessari forrannsókn og þessi forrannsókn var sem sagt gerð ári síðar en gröfukallin var þarna að störfum eða það leyti sem leikskólinn var svo í byggingu. Ný þjóðminjalög tóku svo gildi 1989 og forkönnun á öllu svæðinu hófst en það var samvinna Garðabæjar og Þjóðminjasafnsins sem réði því að ráðist var í fornleifarannsókn með uppgreftri frá árinu 1994 sem tók svo öll næstu sumur og lauk árið 2000. Á Hofstöðum fundust 1007 gripir og bein. Meðal gripa sem fundust næla sem að varðveittir í Þjóðminjasafninu og kvarnasteinn sem lengst af hafði verið í varðveislu bóndakonunnar á Hofstöðum. Það bóndabæ sem stóð frá 1923 og var búskapur þarna til 65 og þið sjáu það þarna á neðri myndinni litla gula húsið. Þarna sem sagt var bóndakonan sem að fundi hafði kvarnasteinn og hafði auðvitað ekki gert sig grein fyrir að þarna voru fornminjar en fannst þægilegt að nota steini til þess að leggja frá sig garðáhöld í matjurtagarðinu sínum. Bara frekar kósí tilhugsun. En ég held að hafi verið mjög mikil framsýni í bæjarstjórn Garðabæjar og kannski vísar til þess að það ekki bara pleppar í Garðabæ. Ég bý sjálf í Hlíðunum en ekki í Garðabæ, en ég bara verð samt alltaf hæla Garðabæ fyrir að hafa fattað að hvaða skipti miklu máli að gefa þessum fornleifum og sögunni skil. Sem sagt, það ekki bara pleppar í Garðabæ, nei. Já, og gefa þessum fornminjum
og sögunni skil í minjagarði sem yrði opinn sem sagt allan sólarhringinn. Þessi framsýna bæjarstjórn fékk Gagarín til liðs við sig með Hring Hafsteinsson, garðbæing, fremstan auðvitað í flokki. Gagarín hannaði sýningu sem miðaði að því að almenningur geti notið þess að dvelja í garðinum og fræðst í leiðinni. Hornsteinar voru fegnir síðan til liðs við Garðabæ til þess að hanna útlit garðsins og þar verði aftur að hæla að hafa bara farið hreinlega held í dýrustu leiðina sem í boði var vegna þess að við höfum getað notað allt sem að hornsteinar létu framkvæma í garðinum áfram. Það voru steinhleðslur sem að þeir létu búa til, bekkir, ryðgaðir upplýsingastandar og ljósastaurar. Þetta hefur allt fengið að láta halda sér sem sagt, og það hefur margt borgað sig. En þessi sýning sem að Gagarín gerði var þannig að það voru tölvuskjáir staðsettir í einingum, svona eins og ykkur hringur kallar þetta kíoska, hann stendur þarna við einn á myndinu með stráknum sínum. Og í þessum kíoskun var alveg ógreinni efni, texti, teikningar, ljósmyndir allt mögulegt sem tengdi staðnum og allt fræðsluefni var auðvitað byggt á rannsóknum fornleifafræðingana. Ragnheiður Traustadóttir var eðlilega sem aðal rannsakandi í stóru rannsókninni. Hún var auðvitað með í ráðum þegar textar voru skrifaðir og allt efni framleitt. En hönnun Gagarín á þessari sýningu í garðinum fékk árið 2004 norrænu safnaverðlaunin Nótem fyrir bestu stafrænu sýninguna. Eins og gefur að skilja, fleyti tækninni fram á áratugunum sem fylgdi og efnið var ekki lengur aðgengilegt og tölvubúnaðurinn úreltur og það hreinlega var erfitt fyrir Gagarín að ná efninu tilbaka því að það var hlutinir höfðu breyst svo mikið. En upplýsingarnar sem sagt á skiltunum líka, á þessum skiltum sem þið sjáið á efstu myndinni, þær voru líka bara orðnar máðar. Þessar upplýsingar voru á 4 tungumálum og voru bara, það var ekki lengur hægt að lesa það sem á þeim stóð. Þannig að Garðabær sem sagt ákveður að það þurfi að endurnýja og gera nýja sýningu í garðinum og uppfæra þessi skilti. En þar að auki voru þeir svo flottir á því að þeir vildu opna sýningu líka sögu Garðabæjar allt frá landnámi til dagsins í dag. Þannig að þeir vildu í rauninni ekki bara uppfæra þessa sýningu í minjagarðinum heldur bæta við einni auka sýningu sem maður myndi kannski þá styðja við tilvist garðsins. Menningar og safnanir sneri sér sem sagt aftur til Hrings og Gagarínfólks til þess að fá hugmyndir að sýningu í miðbæ Garðabæjar sem myndi tengjast minjagarðinum og jafnframt að Gagarín myndi leggja fram tillögur að nýrri sýningu í garðinum. Úr var það rými á Garðatorgi 7 sem áður var opin ruslageymsla skildi hannað sem sýningarými og þegar ég byrja árið bara fyrir 4 árum, árið 2020 að sumri til, sem menningarfulltrúi Garðabæjar, þá fannst mér þetta fráleit hugmynd, vegna þess að þetta var bara mjög ljótt rými, þar sem voru bara ruslatunnur og fólki í grendinni setti bara alla pappakassana sín og allt raslið þarna inn. Rýmið þetta er staðsett á yfirbyggðu torgi þar sem að bókasafn bæjarins þannig að þetta í alfarða leið fyrir bæjarbúa þarna í miðbænum. En úr varð að margmiðlunarsýningin aftur til Hofsstaða var opnuð formlega á Safnanótt 2023 og síðan þá hafa skólahópar, jafnt sem almenni gestir, þó auðvitað mest eldri borgarar sem að sitja þarna koma jafnvel með kaffibrúsansin með sér og senda mér síðan e-mail til að segja mér hvað betur maður fara, jafnvel með myndum og öðru slíkur, þannig að það er alveg ómissandi samvinna við samfélagið í Garðabæ. Það er svo ánægilegt að fólk nýti sér þetta rými. Ævinlega þegar ég kem þegar ég kem til vinnu, þá þarf ég að tína upp sómasamloku umbúðir og kókumjólkuþörnur sem hafa ekki ratað í fínu ruslaturnuna sem í rýminu, en það sýnir mér bara að krakkarnir, unglingarnir í Garðabæ, þau koma þarna, þau eru að nýta rýmið og ég er bara alveg sátt við að þurfa að taka til eftir þau, ef að bara þau eru að nýta rýmið svona vel.
Í rýminu eru, eins og þið sjáuð á myndunum, svona hráir viðarbekkir og stór dúkur sem að sýnir efni úr tölvu sem varpað á. Myllusteinn er svo í miðju rýmisins sem þið sjáuð hérna á myndinni alveg hægra megin, krakkarnir standa við svona stóran myllusteinn og myllusteinnin er í rauninni nýttur sem stýripinni. Rýminu svo loka með reyklitu gleri og upphitað af því að við gerðum okkur fljótt grein fyrir að við myndum taka á móti skólahópum í rýminu og þá þyrftu þau að geta dvalið í 40 mínútur til klukkutíma í rýminu og þá þyrftu við að hita þau upp. Gestir sem sagt nú á þessum stýripinna og fá á skjáin upplýsingar og geta svo hoppa á milli tímabila þannig að það er engin þörf á því að skrolla yfir allt landnámstímabilið ef þú til dæmis vilt kynna þér bara sögu Bessastaða eða dönsk yfirráð, sameiningu Garðabæjar eða Álftanes. Þú bara þá ýtir og takka til þess að hoppa milli tímabila. Skólahópar fá svo í hendur efni sem að þjóðfræðingurinn Dagrún Ósk Jónsdóttir útbjó fyrir okkur og miðar að því að krakkarnir sé ekki bara að skrolla í gegnum söguna með þessum stýripinna heldur þurfi að leita ákveðnum atriðum og svara spurningum, teikna og setja sig í spor þeirra sem hugsanlega byggu í landnámsskólanum, setja sig í spor landnámskrakka sem er auðvitað eitthvað sem að krakkar í dag, okkur er sagt að krakkar í dag þeim vanti hvað kallast það, að skilja hvernig aðrir hafa það, samkennd einmitt, þetta er góð æfing í því. Takk. En þetta efni frá henni Dagrúnu hefur alveg skipt sköpum og eins og þið sjáu þá eru nemendur þarna bara að hafa töluvert kósí í þessu rými. Efnið sem að upphaflega myndaði sem sagt sýninguna í Minjagarðinum á þessum kíoskum og var gríðarlega vel unnið af Ragnheiði Traustadóttur í félagi við Hring og Þór Jónsson sem var textahöfundur, var síðan yfirfært yfir á gagnvirkan vef sem að skólar eru að nýta sig mikið í verkefnavinnu og auðvitað er aðgengilegur öllum á slóðinni afturtillhofstaða.is. Ný hönnun Gagarín Fóls talar við hönnuna á sýningunni og við fengum bara teiknarana sem var unnu fyrir Gagarín til þess að teikna viðeigandi myndir inn á þennan vef, þannig að þetta myndi allt vera í sama útliti og tala saman. Þannig að þessi vefur er mjög snyrtilegur og aðgengilegur og þarna má finna efni fæðu, menningu, heimilisiðnað, útbúnað, sjálfan skálan og hugsanlega íbúa hans. Og ég hvet ykkur bara til að skoða, þetta er bara skemmtilegur vefur, sérstaklega fyrir krakka. Okkur Hringi fannst bara mjög mikilvægt að þessi vinna sem hafði verið lagt í fyrir upphaflegu sýninguna yrði ekki bara úrelt, heldur þetta efni yrði nýtt áfram þó það kæmi aldrei til greina í rauninni að setja það upp í sama útliti og hafði verið upp í garði, það var bara hreinlega orðið úrelt og hallærislegt að nýta þá efnið og allan þennan fróðleik sem var búið að vinna í. Og það var svo haustið 2023 sem að enduropnun Minjagarðsins fór fram. Upphafleg hönnun hornsteina eins og ég sagði ykkur var látin halda sér, þessi ryðguðu upplýsingaskilti til dæmis, það voru bara settir nýjar upplýsingar eða ný skilti inn í þessi ryðguðu og núna bara með upplýsingum á íslensku og ensku, ekki norðurlandamáli og frönsku og þýsku og þar með gátum við komið miklu fleiri upplýsingum að líka. Síðan voru auðvitað hleðslan í kringum garðinn hún var bara eins og ný þannig að þetta var í rauninni alveg til fyrirmyndar hvað varðar að endurnýta það sem fyrir var. Merkingar utan garðsins voru eitthvað sem við bættum við og það voru sett skilti sem að svipuðu til þessara ryðguðu skilta upp fyrir utangarðinn og þar var lýsingu komið fyrir þannig að akandi gestir gætu auðveldar fundið þetta og auðvitað þeir sem líka koma gangandi frá Garðatorgi. En nýjungun í sýningagerðinni í Minjagarðinum eru hins vegar sjónaukar, þeir eru 3 sjónaukarnir sem að gefa gestum færi á að skyggnast í rauninni inn í fortíðina. Kíkjarnir eiga að standa eða átt að standast íslenska veðráttu
En það vildi samt ekki betur til en svo að daginn fyrir þessa formlegu opnun þá ringdi svo hressilega að það myndaðist raki inn á einum kíkjana og þarna myndinni, þarna í miðjunni, efst sjáu þið hring með heimilis hárblásaran að reyna að redda málum rétt fyrir opnun. En það tókst nú ekki alveg, þannig að það hafa komið upp á þetta fleiri hlutir þrátt fyrir að hollendingarnir sem að hönnuðu þetta segðu að þetta stæðist allar kröfur allt veður, að þá það þetta ekki þannig. Þannig að við höfum núna daginn keyptum við 2 auka svona hausa að því að leið og við þurfum að taka hausina af til þess að gera við, bæði út að raka eða sólin okkar, hún brendi skjá í einum sjónaukana. Þá þarf að taka þetta af og gera við það og þá fæ ég náttúrulega strax símhringingar. Heyrðu Ólöf, sýningin virkar ekki, hægt að laga það? Þannig að fólk virkilega að koma þarna við og nýta sýninguna sem auðvitað bara frábært. Þannig að þetta í rauninni kannski í stöðugri endurnýjum einmitt út af veðrinu. Og svo annað sem við hugsuðum ekki út í að fyrst áttu kíkjarnir að vera þannig að það væri hægt að hækka og lækka þá, en auðvitað var það óraunhæft að þetta stendur úti. Þannig að nú þetta bara svona í hæð sem að ég þarf aðeins að beygja mig, en hringur þarf alveg að beygja sig svona. En fyrir litla krakka þá þetta ekki alveg ideal, þannig að þau voru bara að finna sér stór grjót og bera einhvers staðar frá grjót til þess að geta síðan staðið og horti gegnum sjónaukana. En við bara létum saga stóra svona trjádrumba, þannig að þau hafi svona stöðugan planka til þess að standa og geti notið þess sem fyrir augu ber. Já, en með þessari sýningu í minningarðinum opnuðist svo bara frekari möguleika fyrir skólahópa sem vilja læra landnámið. 4. og stundum 5. bekkur eru í þessum landnámspælingum samkvæmt námskrá og þá skiptir þetta efni sem að hún Dagrún Ósk gerði fyrir okkur líka gríðarlega miklu máli, þó að kennararnir í Garðabæ séu reyndar mjög sjálfbærir með það að koma bara sjálfi með hópana sína og eru með sína verkefnavinnu, en þá það líka gaman að geta eins og á barnamenningahátíð boðið hópum að koma og hitta þjóðfræðinga og einmitt með þessa pælingar að setja sig í spor krakka á landnámstíma og þau gerir sig grein fyrir að þarna bjó fólk og hvernig líf þeirra var. Einu sinni pröfuðu við að bjóða 7. bekkingum að koma og það var reyndar áður en að sýningin opnaði formlega, þá var bara rústinn og þessi veggur í kringum hana sýnilegur, en þá fengum við fornleifafræðing til þess að taka á móti 7. bekkingum og ég hef grun að þessi fornleifafræðingur hafi bara talað við þau eins og þetta væri bara fullorðið fólk, en ég held að börn í 7. bekk eigi það líka alveg skilið að það sé að tala við þau bara eins og fullorðið fólk. Þau skilja kannski ekki allt sem er sagt við þau, en þau læra þannig og sumum finnst þetta alveg glatað, en það gæti orðið ykkur í fornleifafræðinga til í Garðabæ ef þau búið upp á svona prógram sem að skiptir gríðarlega miklu máli. Nú líka búið að hanna ratleik fyrir snjalltæki og þá bara eftir að setja upp svona í rauninni skilti sem að leiða fólk frá Garðatorgi og upp í Minjagarð, að því fyrir þá sem ekki kunnir staðháttum þeir eiga kannski svolítið erfitt með að finna þessa gönguleið frá aftur til Hofsstaðasýningunni og upp í Minjagarð. Og þessi ratleikur mun hjálpa líka fólki og skemmta bæði krökkum og fullorðnum að fara í gegnum QR-kóða inn á spurningar og fróðleik sem að skiptir auðvitað miklu máli líka. Já, hér getur að líta svona dæmi af því sem að ber fyrir augu þegar litið inn í sjónaukana. Þetta eru svona 3 sjónaukar eins og ég sagði og það sikkvort efnið í þeim öllum. Einn sýnir bara uppbyggingu skálans, alveg í mjög miklum smáatriðum og hinir 2 sýna fólk og dýr, fólkastörfum og þarna fekk sem sagt hringur til liðs við sig fólk sem kann að skilmast, vefara, járnsmið, krakka, hunda, hest, bara til þess að sýna fólki hvernig, og þá sérstaklega auðvitað miðað börnum að sýna þeim hvernig lífið hefur verið í Garðabæ á landnámstíma. Takk.
fyrir að bjóða mér og þið megið alltaf hafa samband eða þið viljið kíkja í Garðabæ. Takk. Já, þakka kærlega fyrir Ólöf. Við erum að renna út á tíma, en við erum að hafa spurningar, eða ekki, smá spjall, þannig að má ég biðja fyrirlesara að tylla sér hingað upp og svo getum við tekið spurningar úr sal og svona. Og til þeirra sem í streymi, þá möguleiki að setja á spjallið að skrifa og það verður þá vonandi pikkað upp og borið fram hér til þáttakenda. Erum við mann? Já, þetta þessi. Eru spurningar úr sal? Hverju vill ríða á aðeins? Guðbrandur. Herri, ég heiti Guðbrandur og starfa á Borgarsögusafni og landnámssýningin hluti af því safni. Mér langar að bregðast aðeins við spurningu Guðnýjar Gerðar. Við erum búin að tala saman þetta í aðdraganda þessar fundar. En fyrst þó að koma inn á nokkur atriði sem að Hjörleifur vék í sinni tölu, varðandi margmiðluna búnaðinn sem ekki virkur, annars snertiskjáin og svo borðið. Ég var nú að segja mitt við þau í kaffihljúna fyrir 20 árum, þá held ég að þau höfðu svarað þeirri spurningu, mun þessi búnað að vera í gangi eftir 20 ár? Neitandi. Ég held að þessi vandaði og góðundi búnaðar hafi samt lifað mun lengur en hægt var að gera ráð fyrir. Það kom hins vegar að það ákveðin breyting sem varð á landnámssýningunni þegar bættist við ný sýning, alveg heil ný sýning í undirgöngum þarna á Aðalstræti 10 sem gerði það að flæðið þurfti að vera annað úr sýningun þar yfir, þannig að hluti af búnaðinn þurfti að víkja. En svo var bara eins og með margmiðlunaborðið stóra, við skynjum ákveðna svona breytingu hjá gestum í kjölfar COVID, fólk var svona miklu meira með hendurnar að sér, eðlilega eins og munið. Þannig að svona gagnvirkni var svona ekki jafn vinsæl verið hafði. En svo bara einmitt gekk þessi búnaður úr sér og kostnaður við endurnýjan hefur verið tölvörur, ekki bara tækjabúnaðinn, heldur líka náttúrulega myndirnar og efni sem þar það var orðið kannski, ég ætla ekki að nota sömu orð og Ólöf nota áðan gömlu sýningunni í Garðabæ, pínulítið hallarslegt, þetta bara eldra og það náttúrulega komið svo margt nýtt núna. Síðan einn punktur varðandi nafni á sýningunni, þá það auðvitað viss uppgjöf og við rættum þetta mikið og tölum það að fella niður 871 plus mínus 2 heitið, þetta stóð í ansi mörgum og ekki síst erlendi gestum okkar. Á góðum dögum á sumrin þegar umferðin var sem mest að gestum, þá var þetta náttúrulega bara eins og umferðarmiðstöð og þá sagði starfsfólki við bara getum ekki staðið því eða 3-4 mínútum í. Það stoppar allt flæðið, þetta bara spurningin með afköstin. Þannig að þið getur bara sjálfum ykkur kennt að gera svona ágæta sýningu. En síðan varðandi það sem ég held að sé náttúrulega mikilvægast, það rústin sjálf á staðnum. In situ, það var til dæmis einhvað sem var mikið talað á sínum tíma. Það voru held í hugmyndir að gera endurbyggingu eins og þjóðveldisbæinn upp í Þjórsárdal. En ég held að þetta snúi svolítið að skynja það bæði hjá gestum sem koma sem að fer með sýninguna og svo þetta náttúrulega bara líka skólabókadæmi sem að mjög oft nota bara í til dæmis menningartengdri ferðaþjónustu og safnafræðin og víða gildi þess að koma á minjastað. Það erfitt að mæla það og meta. Þetta snýst svolítið það sem kallað authenticity eða svona sanngildi eins og Anna Karlsdóttir þýddi það. Það skiptir miklu máli fyrir fólk, það skiptir miklu máli fyrir upplifunina og það það sem ég held að komi til með að blífa áfram. Síðan var ég að rifja upp það í tengslu við svona þessa fræðilegu nálgun. Ég held að gestir almennt skynni það mjög vel. Þetta konsept sem var lagt til grundvallar og finnst mér standast tímast hönn að sýningin vísindaleg án þess að vera leiðileg, hún mjög áhugaverð og það rifjast upp fyrir mér umræða þegar var verið að
opnaði skömmu að hún var opnuð, þá var lagt svolítið hart að okkur að nota hugtakið víkingasýningin, víkingaskálin, víkingaheimilið, víkingaselja. Og við ræddum þetta við Orra Vésteinsson og hann Helga Þorláksson og fleiri. Það svona stóð aðeins í fólki að nota þetta hugtaki. Erum við ekki að gera íbúanum upp starfsheiti? Og niðurstaðan var svo að nota það ekki. Við erum stundum gagnrýnd fyrir eitthvað, er einhver feimin við þetta eða eitthvað slíkt. En ég held að það sé bara hluti af þessari upprunalegu svona nálgun og efnistökum að hún sé vísindaleg og segja þá kannski ekkert meira en okkur það sem er hægt að standa við. Þannig að ég held að gildi, svo ég svari spurningu Gunnar, ég held að gildi sýningarinnar felist mest í þessu. Takk. Þakka fyrir Guðbrandur. Viljið þið bregðast við? Kannski aðeins þetta... Mikrofón hérna. Það þessi hræðsla svo margra að nota hugtakið víkingar. Það orðið lenska á meðal fornleifafræðinga allavega í Skandinavíu að nota hugtakið víkingar yfir allt fólk á Norðurlöndum á víkingaöld og meiri sér fólk frá Finnlandi og baltnesku löndunum. Þannig að við þurfum ekkert að vera hrætt við þetta. Víkingar eru allt fólk sem bjó á Norðurlöndum á víkingaöld. Punktur. Má ég spyrja kannski fyrirgeðu, Hjörleifur? Mér ákveðlega aðeins bregðast við því sem Guðbrandur sagði. Sko, þannig mál með vexti að þegar að sýningin var gerð, þá ræddu við töluvert þetta, hversu lengi mun þessi sýning lifa. Og það rétt hjá Guðbrandi að við trúðum því ekki þá að hún væri enn boðleg 20 árum seinna. Ég skoðaði sýninguna núna bara fyrir fáeinum dögum síðan og hún er ennþá falleg. Staðreyndin er svo að merkilegustu margmiðlunar þættirnir í henni, þar að segja þessi svo kallaði endurbyggingaskjár og þetta stóra margmiðlunarborð, hvorugur þeirra virkar í dag. Innihaldið sem búið var til að sýna með þessum aðferðum, það er enn í fullu gildi. Það er skýrar, sniðugar, stundum svolítið fyndnar meira segja frásagnir sem varpa ljósi á lífið og starfið á þessum tíma og hvernig skálinn var. Og ég held að þó svo að tækjabúnaðurinn hafi gengið úr sér, þá sé alveg hægt að nota þetta efni áfram og koma því á framfæri á forvitnilegan hátt aftur. Það er að segja, ég sakna þess að það skuli ekki vera tekið þetta skref að nota þetta efni áfram og uppfæra þetta á þann hátt sem er boðlegt og vekur ennþá forvitni. Takk. Sem að dæmi frá Garðabæ sýnir að hægt. Það í rauninni að nýta efnið, innihaldi stendur ennþá. Nei, en það líka nú sýningin 19 ára á sumardaginn fyrsta og þar eftir koma 20 ár, þannig að ég held að ég núna bara fari í það að höfða til borgarstjórnar Reykjavíkur að veita fé í það að endurlífga þetta allt saman í tilefni af þessu afmæli. Sveimið þá það ekki kosningar það ár, þá getur gert það bara kosningar máli. Fleiri spurningar? Mér langar að spyrja ykkur að einu, bara svona opið, hver eru svona helstu álitamálin að ykkar matið, menna þegar við ætlum að byggja upp innviði við fornleifar á Íslandi, látúft lítið yfir sér svo nefnt hefur verið, hvað þarf að hafa í huga? Hvernig var nálgast viðfangið? Sahar, we're considering how we approach archaeological sites in Iceland. Often not very imposing by nature. How do we build infrastructure and so on without imposing on the archaeology itself and so on? Má ég byrja? I think that you have built already very good infrastructure and ongoing projects in various parts of the country.
But what I think that it can be useful is that I am so much into infrastructure of information and have a central digital infrastructure of all archaeological sites. So maybe this can be a subject that we can improve to have like database infrastructure that can be modelized in 3D and then that it be stored and archived as all the investigated sites that are already in Iceland. You mentioned a dialogue, proto-dialogue that then produces a narrative that then can be used. Yes. For each side, yeah. And this infrastructure of information, of course, it is a platform for dialogue for lots of other disciplines, not only archaeologists, but it can be also architects, sociologists, historian, and chemical engineering even, and so much of different experts that can be gathered. And then lots of new knowledge will appear. Thank you. Thank you. Já, ég held að ein af sérstöðunum eða áskorunum hér á landi það náttúrulega hversu mikið hluti af okkar gamla byggingararfi var úr lífrænu efni. Eins og Bjarni vísaði til 80% lífrænt efni. Þetta þýðir kannski það að ákveðin viðmið eins og kannski Feneyjaskráin sem svona hugsuð út frá aðstæðum í Suður-Evrópu þar sem að flesta minjar eru bara úr steini. Þetta kallar á öðruvísi nálgun og sérstaklega kannski við höfum séð hérna 2 dæmi það sem verið að varðveita rústir úr lífrænu efni, annars vegar í köldu rými eins og í stöng eða þá eða svona í kjallara í stóri byggingu í miðbæ Reykjavíkur. Þar sem þurfti að breyta efnasamsetningu torsins til að varðveita það. Þetta svolítið sérstakt og ég held að sé svona ákveðin áskorun að takast á við þetta. Mér persónulega hugnast mjög vel þessi hugmynd eins og í höfnum að varðveita minjarnar bara sem fótspor í landinu eða hofstöðum og nota síðan aðra miðlaðar annar aðferðir eða tilgátu mannvirki einhverju tagi til þess að kveikja ímyndunaraflinu. Þannig að hinn íslenska torfhefð, hún ekki bara torfhús, hún líka landslagsarkitektúr og mér finnst það líka svona þáttur í hefðinni sem hefur kannski ekki fengið nógu mikla athygli. Takk. Ég hef oft verið að hugsa það undanfarið misseri að öll svo fornleifaskráning sem hefur farið fram og í fullum gangi og húsakannanir, þetta ratar allt til Minjastofnunar fyrir það síðar og Minjastofnun hefur gert töluvert mikið af því að gera svona efni aðgengilegt. En ég held að Minjastofnun hljóti fyrir það síðar að gera miklu meira. Það hægt með nútíma tækni að gera öll þessi gögn sem að Minjastofnun býr yfir aðgengileg almenningi gegnum símana þeirra. Fyrir mörgum árum síðan var farið að gefa út í Noregi eitthvað sem hét kulturhistorisk vegbók, menningarsögulegar leiðavísar fyrir ákveðin hérað. Þetta hægt að gera á grundvelli þekkingar Minjastofnunar og gera þetta aðgengilegt í síma, þannig að ef þú ætlar að ferðast eitthvað ákveðið landsvæði þá færðu gegnum símaðinn upplýsingar menningarminjar á þessu svæði og svo kemur á ákveðinu rúst sem ómerkileg í landslæginu eða lítt greinileg og í gegnum símaðinn getur við fengið að eins og rísi upp tilgátu það hvernig þessi bygging var. Það svo margt í þessu sem eiginlega bara bresta á. Þetta verður hægt allavega áður en barnabörnin mín verða orðin jafn gömul og ég núna. Já,
langar kannski að spyrja aftur þá Hjörleif og Guðnýju, ég meina þið nú, Bjarni, fyrirgefðu. Má ég svara? Já, gætilega, gjörðu svo vel. Takk. Ég held að hver rúst kalli á sína lausn svo litið. Þetta má vera alls konar. Við erum ekki bara að tala landnámsminjar náttúrulega, heldur til dæmis miðaldabílinn sem við höfum verið að skoða í Örafum eða út á Mýrdalssandi, þar sem að veggjahæði ennþá varðveitt. Þetta náttúrulega gríðarlega góð varðveisla og svo vil ég benda fólki á það að íslensku landnámsskálarnir eru best varðveittu skálar í heimi. Það gleymist oft að á Íslandi eru veggir, gólf, set, eldstæði, dyr varðveitt og þetta þurfum við að nýta okkur og túristar sem koma hingað þeir vilja sjá rústina in situ sem þýðir sem sagt á sínum upprunalega stað eins og hún leit út og þetta ætti að vera auðvelt, þetta ekki mjög kostnaðarsamt sem sagt að hver rúst kalli á sína lausn. Þakka þér fyrir. Já, langar að spyrja kannski að, eins og segið, þið eru margir reyndið þessu bransa og það eru glögt að beita eins og fortölum og svona, þetta eru langt frá sjálfsagt mál á sínu tíma þegar aðalstræti fór í gegn og þessi lausn af fengin. Hver er eitthvað tilfinning? Núna hafa tímandi breyst til að það rautt brautin að alltaf þessum efnum, hvernig horfið svona hugafar við ykkur núna? Já, ég veit ekki, kannski get ekki alveg svara, ég hef náttúrulega hætt störfum og ekki lengur á þessu vettvangi. En allavega þá á þeim tíma sem að við vorum að vinna í þessu þá, og það náttúrulega kannski gildir allt þetta, að það í rauninni þegar að það kemur upp sú staða að það þarf að taka afstöð til verndar eða varðveislu. Hvort sem eins og minjastað eða hvort sem það bygging eða hvað sem það þá í rauninni þarf einhver að gerast talsmaður þessara minja. Annarkvort sem sagt þá eins og vísindamenn eða fræðimenn eða þeir sem að veita forstöðu þá stofnunum, söfnum eða stofnunum sem hafa þetta hlutverk og það í rauninni það hlutverk sem að þá okkur sem hafa verið á þeim vettvangi í rauninni uppálagt en svo þetta þessi svona hvernig að svona raunverulega umhverfi en þetta verk, þetta vinna, þetta tekur tíma og þetta það sem að líka svona kannski stundum veltur á einstaklingum, bæði þeim sem að gerast talsmennirnir og svo líka þeim sem eru móttakendurnir og þeir sem að þarf að samfæra og ég svo sem veit ekki en ég held alveg eins og Hjörleifur sagði það skipti máli í því samhengi sem við vorum að vinna þetta að það var bara borgarstjóri í Reykjavík sem var sagnfræðingur og sem að skildi þetta og sem að hafði áhuga og sem var reiðubúinn til að taka þetta mál að sér og fara með það í gegnum þetta sem að þarf til þess að koma svona málum í gegn sem að snýst náttúrulega alltaf á endanum peninga. Á þeim áratugum sem ég hef verið að vinna að þessum málaflokki þá hefur alveg gríðarlega mikil breyting orðið á íslensku samfélagi. 1974 þegar ég tók að starfa á Íslandi þá var samfélagið einhvern veginn þannig að það voru flestir í 2-3 vinnum. Almenningur, það var bara brauðstritt frá morgni til kvölds. Nú miklu meiri frítími. Ég held að fólk fái miklu betri menntun núna og víðari og svo þessi breyting í íslensku atvinnulífið þar sem að ferðamannaiðnaðurinn orðinn svona gríðarlega þungur á metunum. Þeir sem koma til Íslands, þeir skoða náttúruna og þeir hafa áhuga á menningarsögunni. Og allt í einu eru menningarminjar farnar að vega mjög þungt í bara efnahagslífi þjóðarinnar. Og þetta held ég að muni bara aukast og þetta þarf einhvern veginn að draga betur fram í dagsljósið. Af því þetta bara það að skrá minjarnar annars þar við halda þeim við
og gera þær þannig að það séu skiljanlegar fyrir almenning. Þetta fyrir en var og þetta byrjaði að verða business, mér segja. Já, mér datt ég heiti Kristín Huld Sigurdóttir, þau sem ekki þekkja mig, var einu svona forstöðumaður Minjastofnunar. Og mér datt í hug, Hjörleifur, af því að þú nefndir þetta með símana, að við vorum óstjórnlega framsýn hjá fornleifavernd ríkisins og við vorum í góðri samvinnu við hann Ásborgu sem var ferðamálafulltrúi uppsveita Árnessýslu og við sendum einmitt inn umsókn, alltaf það hefði ekki verið svona 2005-06 eitthvað svo les, þar sem að við vorum með tillögu að miðlun og svona í gegnum síma vegna þess að við vissum að það væri hægt að ná í síma í Þjórsárdal, við vorum aðalega sem Þjórsárdalinn. Nema hvað, tæknin var ekki komin, en það föttuðum við ekki, eða allavega ekki ég. Þannig að mér langaði bara að segja þetta og eins það varðandi notkun á efnum til varðveislu og rústum, að við gerðum þetta hluta til í Bessastöðum, ekki mikið samt, þannig að það nú alltaf mikla þar. Og svo var það næsta eiginlega þegar að Guðný hafði samband við fornleifavernd ríkisins og við fórum í leiðangur til Danmörkur og kynntum okkur varðveislu minja þar og hnipptum í gamla skólafélaga mína úr forvörsluskólanum sem kom síðan og stýrði þessu öllu saman, varðandi aðalstrætið. Takk fyrir. Sko, við erum gersamlega, endilega, ef við viljum bregðast við, síðustu fóruð. Nei, það auðvitað því að ég framhaldi því sem að fyrir spurningu þinni, Rúnar, sko hvernig tímarnir hafa breytast sem að Hjörleifur hefur náttúrulega komið inn á, að það auðvitað á einhvern hátt sko alveg gjörbreyttar aðstæður og ég man fyrst þegar var farið að tala svona að minjar gætu orðið þáttur í ferðaþjónustu, að við vorum svona svolítið sko feimin við að hugsa að við erum ekki að hoppa á þennan vagn, minjarnir og allt söfnin eiga sinn tilverurétt óháð einhverju öðru, það er þeirra eigin en svo líka urðu við bara að horfast í við það og bara sem betur fer að þetta eitthvað þarna út frá sko gildunum að það hagnýtt gildi minja nú til dags þetta. Og það það sem markað skildi minjana núna, að það hægt að nýta það í þjónustu en auðvitað líka eins og við skóla og uppfræðslu yngri kynslóða. Þannig að þetta hefur stórbreyst og það aukinn skilningur, miklu svona almennari aukinn skilningur og almenningur hefur orðið mikið meiri svona kraftur í því að tala líka fyrir því að það eigi að verða á Aukið vitund. Já, sko, það hérna slæleg fundarstjórn mér að hérna við erum langt fram yfir, þannig að ég ætla kannski að draga þetta þá aðeins saman. Það snýst samstarf margra aðila, eða ekki. Það að sætta sjónarmið, þar á milli, oft á tíðum. Minjarnar þurfa að fá það vægi sem þeim ber, við erum einhver menningalega vikt, en í dag erum við líka með þá efnahagslegt gildi, eins og nefnir núna Guðni Gerður. Það þarf pólitíska vilja og framsýni og svo síðast ekki síst þarf úthald því að við ákveðum hlutina, byggja og klára þá og svo líða 20 ár og þá þarf úthaldið til að halda áfram. Það er ekki nokkurn veginn utan á þetta. Það var bara alveg síðast að lokum að þá ætlar Henný að koma upp og hérna aðeins að sýna okkur spilið með næsta ár, 25. Já, komið sæl og takk kærlega fyrir bara frábærar umræður hérna og innlegg. Ég ætla bara að hafa þetta alveg örstutt. Við erum, eins og segir, lengur komin yfir tíma. Ég ætla bara aðeins að segja ykkur frá þema á næsta ári. Það nefnilega eins og
kannski vitið að þá heldur Minjastofnun utan menningarminjadaga Evrópu og þeir eru haldnir árlega í 46 löndum sem eru aðildar að menningarsáttmála Evrópu, en þessi dagar hafa verið haldnir frá árinu 1985 að frumkvæði Evrópuráðsins til að vekja athygli og áhuga fólks á fjölbreyttri menningu þessara landa og síðustu ár þá hefur Minjastofnun haldið þessa daga tekið frá svona 1 mánuð á ári og yfirleitt þetta á haustin þar sem við höfum verið að kalla eftir eða haldið svona utanum þegar að söfn og stofnanir og fyrirtæki hafa áhuga á að kynna minjar og vera með einhverja viðburði og við höldum utanum þetta í dagatali á heimasíðunni okkar og á næsta árið þá verður þema þessara menningarminjadaga verður byggingararfur vegna þess að þá eru liðin 50 ár frá því að Evrópska húsverndarárið 1975 var haldið eða útnefnt og svona hápunktur í svona alþjóðlegu samhengi var að það var undirritun Amsterdams yfirlýsingarinnar þar sem að áhersluatriði var að byggingararfurinn sé í rauninni sameiginlegur arfur okkar allra en ekki einkamál hverjar þjóðar og annað sem var mjög marktækt í þessari yfirlýsingu var að staðbundin stjórnvöld, þau bera í rauninni sérstaka ábyrgð á verndun byggingararfsins og að varðveisla byggingararfsins ætti að vera meginmarkmið í skipulagi borga og sveita en ekki aukaatriði. Og á Íslandi var alveg ýmislegt gert 1975 og árin á eftir til þess að vekja athygli á mikilvægi menningarminja. Og það voru haldnar sýningar og alls konar viðburðir sem tengdust húsvernd og það sem ég vil þó kannski helst nefna að Húsafriðun og sjóður var stofnaður þannig að Húsafriðun og sjóður okkar allra á afmæli líka á næsta ári og við ætlum að halda upp á afmæli hans og það er alveg að hvetja ykkur öll til þess að þið eru öll velkomin í afmælisveisluna og hvetja ykkur til þess að hafa samband eða þið eru með hugmyndir að viðburðum sem að við getum annarkvort leiðbendingum með eða auglýst og aðstofað ykkur bæði einstaklinga og fyrirtæki, stofnanir, fjölmiðla og aðra því að þetta verður húsverndarárið okkar á næsta ári. Bara takk fyrir. Þá segjum við svo lokið í dag. Bara takk kærlega fyrir komuna og takk fyrir okkur. Sjáumst að ári.